Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin loksins Ría TV aftur í Akraneshöllinni. Örn Arnarsson heiti ég og hérna framundan er leikur IA og Selfoss í Mjólkurbikar kvenna. Kvenna tímabilið svona að byrja, kallarnir komnir á stað, byrja vel, en með mér hérna fram að leik Hannibal Hauksson, Margrét Ágadóttir ætlar síðan að vera með mér í leiknum, en Hannibal, velkomin. Takk fyrir það, Örn. Við ætlum að taka smá spjall og uppbytun fyrir þetta, fyrir þennan leik. Þetta verður áhugavert svona, það verður áhugavert að sjá IA-liðið púsla sig saman við þetta lið, af því að eins og þessi lið er að koma á sikkur áttinni inn í lengjudeildina. Heldur betur, Selfoss náttúrulega kemur niður bestu deildina í eftir tímabili fyrra og IA fer upp og rannadeildin, sætla minningar, við lýstum nú leiknum á móti aftur Álftanesi, á Álftanesi, það var geggjað. Já, var það ekki síðasti kvennaleikurinn í fyrra og er þetta ekki fyrsti núna, svona í deildarkeppni? Jú. Þannig að já, það verður spennandi að sjá og þú veist, liðin kannski á svipuð stað, hvað var það? Þau eru í svona uppeldisstarfi. Akkurat. Ég veit ekki hvað ég geti sagt, tvö gömul stórveldi, IA vissulega var stórveldi hérna á 10. áratugnum og... Það er svolítið síðan auðvitað, oft rifja það upp og það er kannski rifja það einmitt upp að IA var mikið bikarlið. Mikið bikarlið. Þegar gullöldin stóð sem mest í kvennaboltanum. Já, tóku hérna með minni 3 í röð og síðasti var þarna hvað 93, hafa unnið 4 titla og voru í nokkrum úrslitaleikjum bæði fyrir og eftir. Selfoss náttúrulega eru bikarmeistarar frá árinu 2019, héldu þeim titli í raun og veru til 21, það var ekki keppt í keppninni 2020. Já, í rauninni það lið sem hefur haldið bikarmeistaratitlinu lengst allra liða með því að vinna bara einu sinni. Já, það er skemmtilegt með þetta eiga. En já, sko gengið Skagaliðsins hefur verið ágætt núna í vormótunum, í lengju bikarnum fyrirgeðu. Reyndar síðustu 3 leikir, allir 1-1 jafntefli, ég heldur ef allir farið 1-1. Allavega 3 jafntefli núna í síðustu 3, en Selfossingar aftur á móti búin að tapa bara öllum leikjónum í lengjubikarnum. Já, ég er enda ekki 2-2 jafntefli hérna á móti afturheldingu hérna heima. Það var 2-2 alveg rétt. En vissulega hinni 2 fóru 1-1, þannig að 3 jafnteflisleikir í röð eftir að hafa tapað einum á móti Fram þar á undan en gerðu jafntefli þar og unnu svo 2 þar á undan. Þannig að síðustu 7 leikjum er þetta staðan hjá IA. Eins og bendir réttilega á, þá var Selfoss að spila í lengjubikar A, þannig að við vorum í lengjubikar B og þær töpuðu öllu leikjum sínum þar og töpuðu frekar illa en enduðu á því að tapa 5-3 og það var einu 3 mörki sem þau skuruðu í þessum 5 leikjum. Markatalan er heldur 3-18. Þannig að ég myndi segja að Selfossliðið kannski kemur bognara úr síðustu leikjum fyrir þennan leik. En á móti kemur að liðið sem er að koma úr bestu deildinni, á móti liðið sem er að koma úr annar deildinni, þá ætti Selfoss að vera sterkara á pappírunum. Já, algjörlega, og það er náttúrulega sko, ættum við kannski bara að kíkja á byrjunlið og varamenn, byrjum á byrjunarliðunum hér sjáum við, það er fullt af nýjum nöfnum eins og þeir sem að þekkja til Skagaliðsins vita þetta að það voru höggvin djúp skörð í leikmannahópinn núna milli tímabila. Já, það er óvænt að segja það. Við erum að tala kannski 4 leikmenn sem voru svona, bara fastamenn í byrjunarliðinu. Samira, Anita Sól, Unnur Ír búin að vera náttúrulega marka drottningin, hún var að nálgast 100 mörkin, ég var að vona hún myndi klára þangað til hún myndi ná 100 en í staðinn eru náttúrulega, þú veist við það er að koma unga stelpur upp og hérna í markinu leikmaður nr. 12, Kilil Keswar frá Trinidad og Tobago og hún er nýrmarkurur og síðan er nr. 2 Madison B. Schwarzenberger. B stóð fyrir Brook. Við þurftum að taka það nýr í B svona rétt til að koma því fyrir. Schwarzenberger, hún er ný. Birna Rún Þórólfsdóttir, nr. 6, nr. 9 er Erna Björt Elíasdóttir, nr. 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir í fyrirliði. Nr. 11 Júlíana María Páletti, einnig nýri leikmaður þar. Nr. 18 Sunna Rún Sigurðardóttir, nr. 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, nr. 27 Elvíra Agla Gunnarsdóttir og 28 Telma Björg Rafnkelsdóttir sem hefur unnið sig inn í byrjunlið. Gleymum því ekki, hún skoraði síðasta markið á Álftanesi í fyrra. Kom inn á þá sem varamaður. Vala María Sturludóttir er nr. 53. Töluvert breytt, eins og ég sagði, töluvert breytt lið frá því í fyrra.
En Selfoss megin, nummer 1 í markinu Eva Ýr Helgadóttir, nummer 4 Ásdís Þóra Böðvarsdóttir, nummer 6 Brynja Líf Jónsdóttir, nummer 8 Katrín Ágústsdóttir, nummer 9 Embla Dís Gunnarsdóttir, nummer 11 Jóhanna Elín Halldórsdóttir, nummer 15 Unnur Dóra Bergsdóttir fyrirlið, nummer 19 Eva Lind Elíasdóttir, nummer 21 Þóra Jónsdóttir, nummer 25 Auður Helga Halldórsdóttir, nummer 29 Embla Katrín Oddsteinsdóttir. Þetta eru bæði þessi lið svona, já, við vorum að skoða einmitt fæðingar árin, þetta mikið af ungum leikmönnum báðum liðum. Já. Auðvitað tvær í byrjunliðinu eins og margoft hefur komið fram í okkur hjá IA með fædda 2008 sem að klára 10. bekk núna í vor. Við erum með síðan hjá Selfossi svo yngsta inn á er Ásdís Þóra fædd 2007, við erum með fleiri stelpur þarna 2006, 2005 en síðan eru reynsluboltarinn á milli. Eva Ýr í markinu fædd 96, Eva Lind Elíasdóttir er fædd 95, Þóra Jónsdóttir 98 en þetta er eins og þú komst inn á þann, það er svona kannski svipaðir hlutir í gangi hjá báðum þessum félögum. Já, mér sýnist það svona á pappirunum allavega, en svo náttúrulega erum við með á varamannabekknum hjá Selfoss risastórt nafn sem að líka hækkar aðeins miðaldurinn í hópnum en því fylgir meirinn bara miðaldurinn. Já, algjörlega, við skulum bara sjá það, náttúrulega Sif Atladóttir hérna númer 3, ættu allir að vita hver Sif Atladóttir og hverra manna. Heldur betur. En varamennir hjá IA varamarkmaður Salkar Hafs Elvarsdóttir, númer 1, númer 5 Anna Þóra Hannesdóttir, mig grunar að hún hljóta að vera eitthvað pínu tæp, allavega Birna valin fram yfir hana inn í vörnina, númer 13 Kolfinna Eir Jónsdóttir, númer 17 Lilja Björk Unnarsdóttir, gaman að sjá hana komna aftur í IA-liðið. Bara velkomin heim. Ekki spurning og að hafði meðal annars viðkomi á Selfossi, svona meðan í fjárveru sinni hérna frá Skaganum. Ylva Laxdal Unnarsdóttir númer 21, númer 24 Magnea Sindradóttir og númer 25 enn ein önnur 2008 módelið Bríet Sunna Gunnarsdóttir og já, þjálfari í sínum fyrsta leik á IA-TV held ég get sagt, svo ég muni eftir, það getur vel verið að ég sé að rugla, en Skarphéðinn Magnússon þjálfari IA. Selfoss megin varamarkmaður Karen Rós Torfadóttir, númer 13 Sif Atladóttir númer 3, Anna María Frikkisdóttir númer 7, númer 16 Védís Ösp Einarsdóttir og 2 númer 16, það alltaf gaman þegar leikskíslan svoleiðis, við þurfum að kíkja á það. Hekla Rán Kristófersdóttir númer 20, Guðrún Þóra Geirsdóttir númer 22 og Björn Sigurbjörnsson þjálfari. Var að berast svo njósna að Margrét Ágadóttir verður ekki með mér hérna á eftir. Það svoleiðis. En þannig að ég ætla bara að vona að þú væri þá til í að vera hérna, en Heiðar Már Björnsson ætlar að koma og vera með okkur líka, þannig að þér væri velkomið að sitja hérna áfram. Ég er svona treysti á það eiginlega. Já. Það verður voða gaman, það er alltaf svo gaman í okkur Hannibal. Já, ég skal standa til traustinu. Já, þú gerir það, ég er alveg viss um það, en við þurfum kannski að fá þetta á hreint með, það voru 2 leikmenn skráðir, númer 16 á leikskýrslu, við þurfum að finna út í því og það er bara þannig. Þannig að við þurfum bara, þetta er alltaf áhugavert, en þetta er ekki síamstýpurar, ég ætla að gefa mig það. Hérna, en já. Við gaman að sjá dómaratríóið hér í dag. Bríet Bragadóttir verður dómari. Mikil, náttúrulega það er vöxtur í svona kvennamegin í dómarastéttinni. Gríðarlega jákvætt og bara það er bara gríðarlega jákvætt að geta nota orðið vöxtur og dómara í sömu setningu vegna þess að ég hef staðið sjálfum að í útsendingum að vera gagnrýnistur dómarans og það er gert mjög víða og þetta er mjög vanþakklátt starf og þetta er svona, ég ætla ekki að segja að þetta sé svipuðum verðleikum og að vera læknir en þetta er svona jafn óheillandi fyrir mig persónulega, ég get aldrei verið læknir, ég get aldrei verið dómari, þannig að ég fagnaði alltaf þegar einhver vill vera læknir eða dómari. Þetta er svona það tvennt sem kemur mér gegnum lífið. Já, það er nefnilega, það er engin fótbolti án dómara, það er engin körfuboltaleikur án dómara, þetta er eitt af því sem að bara, það er hægt að halda leik á þess að við séum hérna. Heldur betur. Og hér kemur tríóið með leikmennina og við erum bara velkomin í frumskóginn. Kári Mímisson og Margeir Valur Sigurðsson eru aðstoðardómarar hér í dag og nú er bara að vona að Heiðar Már skili sér, hann er nú á leiðinni til okkar og ætlar að vera á myndavilni en við sjáum að leiðin koma hérna inn í mynd.
Já, það er bara þú kannski hoppar upp rétt á meðan þangað til að Heiða kemur Hannibal og kemur svo Timminn aftur já við erum mjög þakkláttir fyrir hérna nýja og endurbætta aðstöðu hérna í Akraneeshöll fyrir fjölmiðla menn og konur og hlutinni bara verða eins og bestur á kosið myndi ég halda en það er alltaf skemmtilegt að sko, það er erfitt að lesa í þennan leik út frá einmitt úrslitum síðustu leikja einmitt þar sem að eins og við komum inn á Skagaliði búið að vera að gera mikið af jafntöflum og það er í B-deildinni í Lengjubikarnum, Selfyssingar hins vegar búin að vera að tapa í öllum leikjum og það er bara í deildinni ofar þannig að það er að koma úr bestu deildinni að koma úr annari deildinni, það er að fara að spila saman í Lengjudeildinni í sumar þannig að þetta er bara mjög forvitnilegt og ég sagði það einmitt við Kilil Keswar sem ég hitti í dag og vorum að ræða þetta væri mjög áhugavert að sjá hvernig Skagaliðið stendur gagnvart liði sem er að koma úr hinni áttinni og að koma úr deildinni fyrir ofan en eins og Hannibal kom inn á þá svona má alveg gera ráð fyrir því að Selfossliðið ætti auðvitað að vera sterkara liðið svona fyrirfram en það er ekkert það er 0-0 þegar leikurinn byrjar og en sjáum að Mattisson Schwarzenberger, ég ætla nú að leyfa mér að kalla hana bara Mattisson eða Matti eins og hún er vanlega kölluð skilst mér hún og Birna Rún í miðri vörninni Elvíra Agla út í hægri bakvarðarstöðunni Selma vinstra megin og Telma Björg út í vinstra megin Vala María er á kantinu Vala María Sturludóttir hefur verið í bakvarðarstöðunni þar sem að Elvíra er núna svona í leikjunum í vetur þannig að og þá er þetta komið af stað og Skagaliðið byrjar strax að sækja Selma vinnur boltann finnur Sunnurún hún nær ekki að finna Telmu og þá kemur Selfossliðið upp en boltinn út af og innkast sem að Selma Dögg tekur kemur langt innkast, Bryndís Rún framlengir hann hérna inn fyrir á Júlíönu sem að en Eva kemur út úr markinu og Selma les þetta vel, finnur Ernu Björt Ebba út á Telmu Telma setur hann yfir á hægri og kemur hann í áttina að teiknum Sunna Rún í baráttunni, nær ekki boltanum þá er það Selfoss sem að sækir hratt Auður Helga úti vinstra megin kemur inn á völlin en þar er Vala María mætt og vinnur á henni boltan setur hann hérna upp í hornið og Erna Björt er með hann Ásdís Þóra til varnar og það er bara fyrsta hotspinnan hér og
Það Sunna Rún sem ætlar að taka þetta, svinga þessu út í teiginn og kemur boltinn inn á teiginn. Selma í baráttunni, boltinn hrekkur út hérna. Telma kemur honum inn á fjársvæðið en aðeins og langt og aftur fyrir Selvísingar gera svona eins og alla jafna flest lið gera orðið í dag að spila út hérna og ná að komast í gegnum pressuna. Embla Dís kemur hérna, reynir sendinguna í gegn en vinna sýndi það að vera þarna Auður Helga sem að vinnur hotspinnu fyrir Selfoss. Kemur hotspinnan og skallað inn að markinu og þetta er bara fyrsta markið. Kemur eins og þruma úr heiðskíru. 1-0 fyrir Selfoss. Þetta er ekki óskabyrjunin sem að Skagaliðið vildi fá hér. Skulum sjá hvort að við getum merkt hver skorar þetta mark. Boltinn hérna fyrst. Það er leikmaður númer 15 Unnur Dóra Bergsdóttir sem að skorar. Strax á 4. mínútu. Þá reynir Skagaliðið að sækja bara strax. Galopinn leikur hérna alveg frá upphafi. Aftur er það Sunna Rún sem að tekur hotspinnuna. Það ná að skalla þetta frá. Eva Lind gerir það. Sunna Rún nær honum aftur, finnur Völu Maríu. Vala kemur boltanum aftur inn á teiginn. En Selvísingar ná að komast frá. Þóra Jóns dóttir, en beint á Völu. Það ná svo að koma þessu frá í annari tilraun. Auður Helga tilbaka á Þóru og spilar tilbaka. Selvísingar komnir hérna framan af völlin. Embla reynir sendingunni á teiginn, gengur ekki. Halda boltanum þó. Kemur síðan skot hérna en það er yfir markið. Það var ágætið sókn hérna á Selvísingum. Og óhrætt hérna, það sýndist að vera Auður sem að átti þetta. Hannibal Hauksson aftur mættur til mín. Greinlega óhappa á vélinni. Já, en þetta var hérna, ég var kemur nú Telma Rangstæð myndi ég halda. Já, flaggi fer á loft. Leiðon snertir hann hérna. Þetta var ekki byrjunin sem að kannski við hefðum viljað hérna gegn þessu liði. Nei, en athyglisvert sko, á fyrstu 4 mínútum var konar 3 hotspinnur og hann hafði bæði liðin alltaf greinlega að sækja og þetta skot hann áðan frá Selfyssingunum fyrir langt fyrir utan, það þýðir bara það að hún veit hún getur skotið. Kemur langur bolti fram. Selma gerir þetta vel hérna. Reynir að pota honum fram á Telmu. En Birna eldir Katrín hérna alveg eins og skugginn, en Katrín gerir þetta vel. Sterk hann Katrín. Og setur hann yfir á Auði. Auður komin inn á teiginn. Vel gert hjá henni hérna, skotið framhjá, frábær sprettur
Já, þetta var góð sókn hjá Selfyssingum og svona yfirvegaðar á boltanum. Auður Helga gerir þetta virkilega vel. Kemst þetta fullu auðvitað fram hjá Elvíru en skotið hins vegar ekki nákvæmt. Kilill spilnir frá markinu, Bryndís tekur hérna frákast. Skilur hún beint á Emblu. Selfyssingar, þetta er vel lesið hjá Elvíru. Kemur boltanum út á Thelmu. Tilbaka á Kilill sem þarf að setja hann langt, finnur Ernu Björt og hreint í baki á henni og réttilega dæmd aukaspyrna. Sjá það þegar Selfyssingarnir eru að pressa bara með alla fyrir ofan miðju. Þannig að þá opnast tækifæri fyrir Skagann og sækir hættið að vinna boltan. Það er Vala. Ef ég þekki hana rétt á hún voðalega glöð að vera komin hérna á hægri vænginn úr hægri bakvarðarstöðunni. Kemur með boltan fyrir markið og hann er laus í tegnum. Og það er ná að koma þessu frá. Það sýndist að vera Embla Dís sem að reynsa þetta svo frá. En fýtt sprettur í völu. Já, glæsileg sending og bara stórhættulegur bolti og árásinn fín hjá Skagastjarnan, menn vörnin góð. Já, hitalampin ekki nógu vel staðsettur akkurat fyrir okkur hérna en sem að Mattisson er þarna að reyna að trufla markvörðinn og tekst nú að gera það, ekki dæmt. Thelma reynir sendinguna út á sunnu, gengur ekki. Selfyssingarna ákoma þessu frá. Þetta er ágætt, svona skalið er alveg að svona valda usla. Já, það er virðast heldur ekkert að það ætla að bakka og liggja tilbaka, það er alltaf bara að sækja. Selma kastar upp í hornið á Thelmu. Thelma gerir þetta vel og vinnur enn að hotspyrnuna enn. Ég held þessi hotspyrnuna með 4-5 sko. Já. Kemur boltinn inn úr teginn, Eva slæðir þetta frá og dæmt, þannig dæmt á Mattisson. Ég held að þetta sé nú, þetta er alltaf auðveldu dómur, þannig séð. Líka þar eru með þér. Já. Já, þegar hún er þarna alveg ofan í henni sko og þetta svona býður alveg upp á þetta. En Birna skallar þetta frá en vel gert. Katrín aftur með Auði vinstra megin, ákveður að fara hérna, sjálf kemur hún boltanum síðan í gegn á Auði, sennilega svo langt eða hvað, nei. Elvíra reyndar kemur þessu síðan frá. Og Vala spillir þessum út af. En 10 mínútur liðnar og staðan 1-0, markið á 4. mínútu. Unnur Dóra. Embla kemur húnum inn á teginn, Bryndís Rún vel staðsett, kemur húnum ekki langt frá Þóra út til hægri á Evu Lind, Eva síðan inn á teginn, Birna skallar frá, það ná ekki að koma þessu nógu langt í burtu. Eva út á Þóru, Þóra inn á teginn, Bryndís Rún kemur þessu frá, Embla, já, núna nær sunnaboltanum, lyftur honum hérna út til hægri. Erna Björt, fín sending hjá Sunnu hana. Erna Björt út á Völu Maríu. Vala nálgast endamörkin, nær ekki fyrir gjöfunni og hleypur sér í vandræði. Spurning hvort hún hefði átt að setja hann bara blind þarna fyrir. Já, það er sannlega verið góða kostur en við sáum það þarna leið og í að vinna boltana. Það voru með 8 leikmenn inn á síðast fjórði ekki Skagamann, það var bara 2 hérna við miðina, þannig að við getum sótt hratt ef við vinnum boltan.
Já, þá mikilvægt að finna Ernu Björt í fætur. Hún sýndi okkur það margoft síðasta sumar að hún mjög góð að halda boltanum á meðan liðið að færa sig framar. Þurfti í rauninni og steig inn í svona holrúm sem Samira skildi eftir sig þegar hún meiddist, var með höfuðmeiðsli stóran hluta síðasta sumri og Erna Björt steig inn í þessa nýju stöðu. Akkurat. Og bara blómstraði. Hún virkilega góð sæði í dag þegar Samira hægt með reynslunum það fyrra. Algjörlega. Þessi upp í loft og hann kemur ekkert niður aftur þessi. Það bara svoleiðis. Þetta sennilega utan vallar. Hvort að nú spurningin. Það töluvert verðmæti hérna út alla veggi hérna og upp allt hérna af boltum. Já. Vala reynsar þetta fram og beint á Evu. Selma ekki nógu sterk hérna fyrir Evu Lind sem gerði þetta vel. Hérna vantaði nú ekki reynsluna svo sem. Kilíl. Mikið verið unnið í spörkunum og fótaspilinu hjá markvörðum undanfarið. Þorsteinn markvörðarþjálfari hefur verið mikið að vinna með þær í þessu en það vill Skarphéðinn að þær spili út og þá þarf það að vera með markmann sem getur sparkað. Heldur betur, nútíma fótbolti bara orðin þannig að þú har ekki nóg að vera góður að verja. Já, nei, algjörlega. Og sýnist það að vera Júlíana sem að kastar langt hérna inn á teiginn og býtur nú við. Nú vilja Skagakonur fá hendi, það var nú erfitt að sjá það héðan. Við getum kannski reynt. Kemur langt innkast. Það var látbræði. Sástu látbræði, já. Hún vissi alveg, hún fann hann. Þetta, já, ég bara nokkuð á því að þetta hefði átt að vera hendi og þar af leiðandi víti. Boltinn aftur inn á fjær, boltinn dettur hérna út. Elvíra lyftir honum inn á teiginn og langt. Og aftur fyrir, já, ég get svarað það. Ég myndi segja að þetta var alveg mögulega sluppuðar vel, sko. Já, ég held að. Þá kemur lið Selfoss upp vinstra megin. Frábær tækling hérna. Nei, aukaspyrna dæmd. Ég hefði átt að hrósa Bryndísi meira fyrir tæklinguna. Mér sýndist þetta að vera alveg hreint og tært. Ásdís fyrir Selfoss. Og til vinstri ónákvæm sending þarna. Jóhanna Elín mistaði þessum. Elvíra fram á Ernu Björð, gengur ekki. Mattisson hreinsar þetta fram. Sendir hann á sóknarmönnum Selfyssingar skýr skilaboð. Já. Kemur hápressan hjá Skagaliðinu. Það leysa nú vel úr þessu Selfyssingar. Elvíra nær ekki að finna Bryndísi. Katrín með sendinguna fram. Eva Lind. Þannig gerir Selma vel. Stígur hann vel í þetta. Kilíl undir pressunni. Losar hann hérna út til hægri. Jóhanna á undan Völumarju. Það má svo sem alveg segja að þessi leikur sé nú að bara ágætis jafnvægi. Myndur ekki segja það, Hannibal? Jú, algjörlega. Svona kannski hættulegur færi Selfoss megin en manni finnst það eins og að það sé örlítið svona meiri einhvern veginn svona ákveðni þegar þeir eru að nálgast þriðjungin, loka þriðjungin heldur en hjá Skagaliðinu. En þá sendingin tilbaka hérna sjáum Skagaliðið liggur nú ansi djúpt
slök sending þarna fram hjá Brynju og aftur fyrir Já, Khalil ætlar að spyrna þessu langt. Beint á kollin á Þóru, nei á Jóhönnu segi ég. Og auka spyrna dæmt síðan þarna á Selfyssinga. Bryndís, langan bolta fram. Jóhanna skallar frá. Frábærlega gert hjá Elvíru og aukaspyrna dæmt á Emblu Dís. Kemur aukaspyrnan, Sunna skallar frá, Telma skallar inn í svæðið aftur. Selfyssingar ná að reynsa. Boltinn tilbaka á Selmu, Selma lyftir þessi í áttartegnum. Embla Dís út á Auði, þá fer Auður á stað, hægir á sér, skiptir yfir á Evu Lind. Eva síðan inn á Fjær og boltinn í gegnum allan bakkan, þar Auður með skot í hliðanettið. Þannig að vantar svona einhverja ákveðni í vörnina. Já. Annarkvort markmaður eða vörnin verður að taka þetta. En það eru fleiri leikir í gangi í bikarnum í kvöld, er ekki rétt? Jú, KR tekur á móti Álftanesi og Afturelding á móti KH. Þeir byrja saman tíma við erum ekki komin að tölur í þetta. Nei. En bestadeild hvernig er þess að það fara að líka? Kemur skot hérna frá Emblu Dís. Ekki neinu vandræði með það, hún Khalil Keshwar. Sunna fleitir þessu áfram. Júlíana ekki nógu. Smá misskilningur þarna. Katrín gerir þetta vel. En Skaðaleið búið að vinna boltan. Telma nær ekki að finna Sunna brotið ári hérna. Katrín ansi aðgangsverð þarna. Það er náttúrulega örstuð síðan að Körugnellis tímabilinu lauk. Með tárum náttúrulega. Við vildum meira. Já, það vantaði lítið upp á að við fengjum einn heimaleik viðbót þarna daginn gegn Fjölni. Það sem að Fjölnismenn unnu Skaðaliðið 3-0 en IA-liðið var inn í öllum leikjónum. Já. En það verður forðilegt að fylgjast með því. En núna er náttúrulega komið bara nýtt. Þetta er þessi árstími þar sem að vel gert Embla en vel varið Khalil. Sjáum þetta aftur eftir smá stund. Hann gengur illa að halda boltanum þessa stundina. Já, kemur skotið og Khalil missir boltan yfir sig. Þetta var klaufalegt. Sjáum þetta hérna. Boltinn tapast. Hver er þetta sem á skotið? Þetta er skelfilegt að sjá. Nú er ég bara ekki alveg með á hreinu hver það var sem að skoraði þetta mark. En staðan er allavega orðin 2-0. Var þetta hreinlega Jóhanna Elín vinstri bakvörður? Er það ekki líklegt?
en markið á 22. mínútu. Já, þetta er svona pínlítið svona blaut tuska í andlitið. Já. En nú er bara skalið bara hrynni ekki saman, haldi áfram að Selfossliðið að þjarma að þeim hérna, þeim langar örugglega að drepa þennan leik algjörlega núna fyrir að finna kannski þennan meðbyr og einhvern svona kannski óróleika í skaliðinu. Já, það gengur illa að Skaga núna tengja hérna milli miðju og sóknar og varnar og Selfyssingarnir líka það að liggja svolítið á okkur. Þá kemur auka spyrnan inn að markinu, beint í fangið á Khalil. Fínt fyrir Khalil að fá eitt svona bolta eftir þetta atvik að náðan. Spyrnan hennar beint á Unnið Dóru. En skalið, nú þarf skalið bara að ná svona einhvern veginn andanum aðeins og hérna róa sig niður. Haldi boltan smá, tengja saman okkar sendingar. Vala María fær hann hérna út í hægra megin. Tilbaka á Elvíru. Elvíra lyftur þessu inn á teiginn, skalla frá og þær taka frákastið sjálfar. Eva Lind. Katrín aftur á Evu. Sunnar hún eldir. Gerir þetta vel, Telma kemur og hjálpar. Telma með boltan, finnur Ernu Björn. Reynir að leggja hann tilbaka á Sunnu, gengur ekki. Þetta er prórun fyrir Skagalið, ekki nokkur spurning. Heldur betur. En svo er þessi ef og hefði Skagalið fengið vítaspyrnuna sem okkur sýndist allavega þeir hefðu mögulega átt að fá. Já. En þetta er bara orðið þessi regli með hendi eða ekki hendi í fótbolta í dag. Þetta er orðið voða. Jafnvel þó menn séu með myndbandsdómgæsluna alveg. Já, þetta er eiginlega orðið og aðeins svo mikið svona sem að sletta handbolta svona tilfinning. Já. Svona matsatriði og það er aldrei gott. Pressa Skaga núna. Já, Júlíana nálgast teiginn, missir hann og langt frá sér þarna. Slæm snerting þarna og þá kemur Selfossliðið í bakið á þeim. En vel gert hjá Mattisson. En Katrín nálgast teiginn. Langar í skotið, ákveður að sleppa því, kemur hann á Evu og Selma nær að vera fyrir þarna. Hotspyrna sem að Selfossliðið á. Boltinn út í teiginn, Mattisson kemur þessu frá og Elvíra framlengir. Og það er elda þetta hann í sammenningu. Boltinn aftur inn á teiginn. Birna Rún hafði miklu meiri tíma heldur hún gerði. Þú veist það minnst vera svona, virkar svona pínu stress í, sérstaklega í kannski svona yngri leikmönnunum. Já, vantar líka kannski hérna að láta hann að vita. Hún kannski hélt að hún væri ekki alveg, hann hefði kannski markmaður átt að kalla og... Já, einhver. Já, takk þetta bara. Þannig að í staðinn fá Selfyssingar hotspyrnu og þá fjölmennaðurinn í markteginn.
og Selma Dögg kemur þessu frá. Boltinn aftur inn á teiginn. Það sýnst að vera Júlíana sem að fleytir hún áfram og enn einn hornspyrnan sem að Selfoss fær hér. Þetta endar nú bara á einn veg. Já, svona heldur áfram Embla Katrín. Inn á Martin, Kilíl grípur inn í þetta, hún stór og stæðileg. Langar hendur, kastar hérna fram á Elvíru, nær ekki að koma boltanum alla leið. Auður kemst inn í sendinguna. Og ná að reka, það tilbaka, Embla og Þóra. Mattisson setur hann upp í loft. Var nú leikur hérna í gærkvöldi í Mjölkurbyggarna, í bestu deild karla. Já. Fyrsta skipti og það voru vakti sem vakti einna mesta athygli á mér var að boltinn fór ekki upp í loft fyrir á 32. mínútu. Já, það endar svona hrós á bæði lið. Já, menn að spila með aðstæður. Já, og halda boltanum niðri. En Skalið þetta fara frábærlega á stað í bestu deildinni. Voru á toppnum á tímabili gær, sko. Já. En ég man einu sinni fyrir ekkert svo löngu síðan vorum við á toppsætinu eftir 6 umferðir. En Var á meðan var. já, það tímabil endaði með miklum tárum. Kemur langur bolti fram. Og já, Skalið vinnur innkast á miðjum vallarhelming Selfoss. Júlíana nær ekki að komast áfram en fær innkast í svona færi fyrir sig. Hún ákveður að vera snögg að taka en beint á anstæðing. Jóhanna Elín var þarna fyrir. Telma komin yfir til hægri núna. Hún og Vala búin að skipta kant. Svo má náttúrulega ekki gleyma því að Skalið á inni nokkra leikmenn sem eru ennþá að sinna sínu námi í Bandaríkjunum. Margrét Helgadóttir meðal annars, Lilja Björg Ólafsdóttir og gott ef að Þorgerður ekki líka. Ardís, hvort það eru 4 hreinlega, nei Dagbjörn Guðmundsdóttir er einn af þeim. Þannig að þetta eru kannski 4-5 leikmenn sem að eiga eftir að koma inn í leikmannahópinn svona síðar, svona þegar líður á vorið. Mattisson tilbaka á Kilíl. Þú er aðeins að halda í boltan. Virna út á Selmu. Selma fram á Völu. Vala aftur á Selmu. Selma síðan á Júlíunu. Brotið á hann eða hvað? Nei, Vala heyrðir hann. Skiptir yfir til hægri. Elvíra tilbaka á Kilíl. Fínt fyrir Skalið aðeins að halda í boltan. Og Selfyssingar svo sem ekkert að atast allt mikið í þeim núna. Mikið pláss núna. Birna og Selma. Júlíana skiptir yfir til hægri, vel lesið hjá Jóhannu. Og þá er það Auður, Sunna eldir hana.
Heiðar Helga komast í fyrirgjáð stöðu hérna, Sunna gerir þetta vel og það er markspyrna. Kili lyftir út á Selmu, fyrsta snertingin svíkur Selmu alvarlega hana og kemur sér skot hérna frá Unnu Dóru vel yfir eftir að Eva Lind vann boltan hérna fyrir Selfoss. Það gengur ekki hjá Skagaliðin að opna Selfossliðið. Það svona virtist ætla svona vera, í rauninni Selfyssingar kannski brugðust ágætlega við því hvað Skagaliðið var að gera hérna í upphafi leiks þar sem maður voru ná að svona kannski gera sér líklega, koma sér í góða stöður. Já. Sérstaklega uppi hægra megin. Algjörlega og fengu fullt af hotspinnum og voru svona í námynda við tegin þeirra en svo einhvern veginn náði Selfoss vald á leiknum og hefur einhvern veginn haldið því. Eva Bryndís kemur svo frá Erna Björn enda með hann hérna en svolítið einmanna Vala fer á stað á Júlíönu, hún leggur hann út á Erna Björn gerir þetta vel, færi boltan yfir en Jóhanna les þetta þessi sending ekki að neitt. Svona við finnst það svona pínu deyfði yfir öllu hérna einhvern veginn. Já. Það var svona en styttist í hálfleik 10 mínútur eftir að fyrir hálfleik cirka og nokkuð vissum að Skarphéðinn og hans teymi muni svona gera sitt besta að hrista upp í sínum hóp. Farið vel í baki en Júlíönu hérna ekki dæmt hins vegar og Skagaliðið búið að vinna boltan aftur. Mattisson og Bryndís svona það er miðjumenn Skagaliðsins hafa ekkert verið mikið fengið mikið svona að taka þátt í spilinu, uppspilinu. Svolítið að sendi yfir miðinu svona milli varnar og sóknar. Kannski það sem að vel gert, Selfyssingar að ógna enn einu sinni. Embla tilbaka. Brynja finnur Katrínu en Sunna gerir vel í að vinna boltana henni. Sunna hefur núna pláss til að snúa. Þarna liggja nefnilega alveg styrkleikar Skagaliðsins. Bryndís og Sunna frábærar í uppspilinu. Báða tvær og svo sem við höfum eftir að sjá kannski meira frá Júlíönu Páletti sem að líður á sumarið. Hún svona, skils mér, reyndar svona meiri sóknarmaður frekar en miðjumaður en er að spila á miðjunni. Þetta Erna Björn, það er erfitt að skáka henni. En vissulega kemur hún heldur til greina í þá stöðu hins vegar. Katrín er að snúa hérna, leggur á stað, missi boltan frá sér, Mattisson heyrðir á henni boltan. Það var Mattisson mjög yfir boltan og það er mjög gott. Já, Sunna upp í hornið á Telmu. Telma leggur hann aftur hérna á Sunna með boltan fyrir markið. Erna Björn í skotið og bjargað á línu, ég segi nú ekki á línu en ég sýndist að vera Brynja Líf sem að næra að skalla þetta frábært sókn loksins hjá Skagaliðinu. Já, þetta er það næsta sem að Skagaliðið hefur komist.
frábært færi og þetta svona, kemur þeim kannski lítið sjálfstraust. Mattisson ennþá hann að vasast í kringum Evu og Bríet dómari ekkert alveg par hrifinn af því og hverður aðeins að róa mannskapinn. Búið að dæma aukaspyrnu á hann einu sinni. En þá Sunna með háa spyrnu yfir á fjársvæðið. Erna Björk skallar og í varnarmann og fær aðra hóðspyrnu. Þetta svona betri kafli hjá Skagaliðinu heldur en við svona var þarna einhver 20 mínútna kafli. Já. Þær finna alveg, þær geta ógnað Selfossliðinu, þær þurfa ekki að sýna þeim allt of mikla virðingu. Ágætlega mætt í höllina. Já, þetta ásættanlega. Þær munu spila sína leiki hérna í deildinni í sumar, hérna innanhús. Að því mér skilst. Og sitt sýnist hverjum auðvitað það, en vel stutt hjá Birnu þarna sem að til út til hægri á Telmu. Telma fer á stað, setur hann upp í hornið. Sunna Rún þar, komin upp að endamörkum, reynir fyrir gjöfin og boltinn siglir í gegnum teginn og Vala Marían að pressa þetta í horn þarna. Enn og aftur fýtt sprettur upp hægra megin. Já, heldur betur, það mætti segja að það liggi mark í loftinu núna og við skulum vona að koma í þessu horni. Sjáum það bara, Júlíana hérna, Páletti svona 10 cm frá þessum bolta. Sem að sólinn skín á Akranesvöllina innanhús. Einstaklega gott veður í dag. Já, heldur betur. Og boltinn aftur yfir á fjær. Erna Björt vinnur skallan en nær ekki að skalla hann aftur fyrir. Heldur skallar hann aftur fyrir. Já. Rétt rúmar 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Staðan 2-0 fyrir gestina. En Skagalið búið að sína þarna núna síðustu mínúturnar að þær eru algjörlega inni í þessum leik. Já. Maður var fann að hafa svona nettar áhyggjur. Já, duttu svolítið niður þarna svona miðbygg fyrir hálfleiksins en svona í seinnipartinn að koma aðeins tilbaka. Og það mitt líka kannski lítið meira bit í pressunni hjá þeim. En Selfoss gerir þetta vel. Ásdís yfir á Jóhannu og þessi út af. Og vitlaust ingast hjá Elvíru. Það var rétt. Unnu Dóra ekkert lamba að leika sig við þarna inn á miðjunni. Alltaf fram á Þóru. Þóra reynir að finna Auði upp í horninu en Elvír á undan. Það var að gefa innkast. Ég hugsaði að ef þetta væri handbolti þá væri örugglega Sif Atla skipt inn á í svona stöðu hérna. Innkast þarna til móts við vítategin og svo bara aftur út af. En það vist ekki í boði. Þannig að skallar þetta frá. Fín pressa þarna hjá Telmu. Þóra. Og það er það kallað á bekknum hjá Ía. Vill fá línun ofar.
engin ástæða til þess að liggja of aftarlega. Embla Katrín tilbaka á Brynju. Hún skiptir yfir á Ásdísi. Vel gert hjá Elvíru þarna, stoppar Auði. Jóhanna sendir Auði í gegn hérna og fín vörn hjá Elvíru en einn hotspinnan sem Selfyssingar fá hérna þegar að 2 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik. Það er Embla sem að tekur hotspinnuna sýnist mér. Boltinn dettur niður í tegnum, Brynja missir hann frá sér þarna. Jóhanna aftur út á Emblu, Embla með fyrirgjöfnunum með vinstri. Siglir í gegn alla leiðin til Júlíönu Páletti. Hún er með tíma hérna. Sunna býður sig upp vinstra megin. Sendingin erfið. Boltinn út af. Það þarf að gera betur í þessum stöðum. Já. Katrín gríðarlega sterk þarna. Selma upp í loft. Jæja, þá spurning hvað Selfyssingar ætla að gera hérna. Það er nú eflaust ekki miklu bætt við. Katrín í kapphlaupi, Birna hefur betur, Kilíl undir pressu og boltinn er laus og Katrín skorar. Þetta er hálfleikur sem að held að Kilíl vilji gleyma sem allra fyrst. Já, og Katrín kannski svolítið uppskera, hún er búin að vera frábær í þessum fyrri hálfleik, mikil barátta í henni og hérna þetta er raunverulega eins og nokkur atriðisleik. Þetta er svolítið boltinn er svolítið detta fyrir Selfyssingarna. En það er pressan frá Emblu Dís þarna sem að skapar þetta en vel klárað hins vegar hjá Katrínu. Og en já, þetta bara nánast á 40.50 mínútur nákvæmlega. Og það er Katrín Ágústsdóttir. Svona þegar okkur fannst eins og Skagaliðið væri að komast inn í leikinn. Já, það var rauninni eins í fyrsta markinu. Við vorum svona að Skagamenn voru líklegar og fengum nokkur hotspinnur og svo kom hotspinna Selfoss megin sem að endaði með því að fyrsta marki kom og þá kannski svona datt aðeins ég leið tilbaka en kom svo aftur í lok seinna leiks og þá endaði það með að marka sig. Já, við skulum sjá áður en við förum í pásu. Hérna kemur fyrsta markið sem að Unnur Dóra skorar hér, fyrirliða mark hér og opnar markareikning gestanna. Það er síðan, þetta er Jóhanna, ætla ég bara að leyfa mér að segja, bara út frá því hvað hann kemur. Já, en Kilíl Engaminn og ákveðin þarna. Og ekki bætt úr skák að hún sett undir pressu þarna og engin greiði gerður svo sem þarna að fá boltan í þessari stöðu en staðan 3-0 svona óþarlega mikill munur svona miðað við það sem manni fannst að Skagaliðið ætti aðeins meira inn í þessu en ég held að við tökum okkur pásu hérna og komum síðan með síðara hálfleik hérna eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, velkomin aftur með okkur hérna í Akraneshöllina. Örn og Hannibal sitja hér enn. Búin að fá sér hérna, fáum okkur kaffibóllar hérna í hálfleiknum. Skagaliðið komið hérna niður í hús. Bólar svo sem ekkert á Selfyssingum hins vegar, eða dómurum. Það eru greinilega ólmar í að byrja þetta. Sýnist að réttlega ekki að skipta, gera neina skiptingu núna í hálfleiknum allavega. Nei, mér sýnist ekki, en ég skil þar vel að vilja byrja þennan seinni hálfleik bara strax. Já. Nema að sé mögulega Hanna Þóra sýnist mér nú vera, nei Anna Þóra fyrir ekki sýnist mér vera að gera sér tilbúna á hliðarlínunni. Á hliðarlínunni og koma Selfyssingar. Og hvort að Mattisson, nei hún komin framar á miðjuna, Bryndís þarna ennþá, Sunna þarna ennþá, Júlíana þarna, það Telma sýnist mér sem að hefur farið að velli, nei Telma þarna með 27, það Elvíra? Nei Elvíra hérna, það Telma sem hefur farið að velli. Telma Björg Rafnkelsdóttir. Og sjáum það hér, hún var staðfest. Ég held að ég sé ekki að fara með neinar fleipur. Og Júlíana Páletti þá komin út vinstra megin. Engin skipting hins vegar hjá Selfyssingum. Eða hvað? Jú, víst skipting. Nei, þetta Katrín sem hérna út af varmanabæknum. En, já, nú Skarpiðinn búin að vera að ræða við sitt lið hérna og þannig að kannski það sem skiptir okkur máli, hvað myndur að halda Hannibal að hann hefði verið að segja við þær? Ég sé bara svolítið núna bara, þú veist, engin pressa, ekkert engu að tapa. Bara spilum okkur bolta og það er oft gott að vera laus við pressuna og svo þegar þeir eru búin að koma með 1-2 mörk þá þetta orðið leikur. Já, ég meina hann var ekki hann var nú bikarleikur í Englandi núna fyrir bara, var það ekki bara í gær. Já, sem að með stórliðið var nú komið í 3-0 yfir og litla liðið jafnaði og komið í framlengingu, þannig að Vala María uppinn hana og Mattisson kominn hérna framar á miðjuna. Hún hefur svo sem verið að spila þessa stöðu líka í leikjónu núna í vetur. Ýmist á verið hafsend eða þá aftarlega á miðjunni. Alana ekki að koma þessu fyrir, en Skagaliðið hann skipað þá núna að Khalil Keshwar í markinu. Síðan það núna Anna Þóra Hannesdóttir og Birna Rún í miðri vörninni. Selma Dögg vinstri bak. Elvíra Agla hægri bak. Síðan Vala María á hægri kanti. Júlíana Páletti á vinstri. Mattisson, Bryndís Rún og Sunna Rún á miðjunni. Og Erna Björt fremst. Skagaliðið allavega byrjar hérna af krafti. Já, þetta byrjar svipað þrjáleikur. Það eru konar strax í hotsputni hérna eftir 1 mínútu og 11 sekundur. Sunna tekur þetta stutt. Elvíra kemur sér með boltan yfir á fjær og boltinn dettur niður í teignum þarna. Hvað að gerast? Þetta endar með því að það dæmd markspyrna. Skagakonur ekki sáttar. En sjáum þetta aftur hérna. Snöggar að taka þetta. Og þannig það Júlíana í baráttunni og svo Mattisson og Bríði dómari hefur metið þannig að Mattisson hefði skóplað honum út af. En já, þetta svona
vekur hjá manni einhverju vonir með þessi byrjun. Já, það strax að koma miklu tilbúnar í þennan seinna hálfleik sem frábært fyrir þær. Já, og Selfyssingur bara svolítið slegnir út á leginu hérna, reyna að spila út úr vörninni. Elvíra kastar þessu aðeins svo langt. Og mallalega aftur fyrir endamörk. Selfoss-liðið þannig skipað í miðri vörninni eru Ásdís Þóra og Brynja Líf, markmaður auðvitað Eva Ýr. Og í bakvarðarstöðunum eru þær Embla Katrín og Jóhanna Elín. Á köntunum Auður Helga og Eva Lind. Síðan á miðjunni Þóra, Unnu Dóra og síðan er það hérna Embla Dís og Katrín Ágústsdóttir svona fremstar. Elvíra á Völu, Vala upp í hornið á Sunnu. Sunna nær að halda þessum inn á, gerir þetta vel. Völu, Vala komin á upp í hornið, leggur hann tilbaka á Elvíru. Nú þurfum við að fá fyrirgjöfuna held ég. Elvíra gerir það, Erna Björn nær skallanum en þetta endar í fanginu á Evu Ýr. Þetta er miklu betra hérna í upphafi síðar hálfleiks. Já, við sjáum kannski helst muninn á IA núna í seinni og fyrri. Það átti erfitt með að tengja sendingar í fyrri hálfleik og svona voru meira bara að kýla boltarinn og voru bara að senda miklu betra á milli og bara eins og séu öruggari. Svo hrollurinn er farin úr þeim. Já, eins og þú sagðir, það er engu að tapa og eflaust hefur Skarphéðinn svona lagt svolítið áherslu á það og einmitt líka bara nýta þetta inn í næstu leiki. Algjörlega. Vala María, gríðarlegur kraftur í henni hérna. Boltinn tilbaka, Bryndís Rún missir á honum. Katrín, Elvíra djöflast í henni. Katrín gríðarlega sterk. Já, bara geggjaði ballan. Frábær sending hérna í gegn Eva Lind en rekin hérna út til hliðar Auður inn á teginn en Skalið nær að koma þessu frá og við Skaginn á þetta innkast. Elvíra fær hann til sín aftur hérna en Auður vinnur hann af henni. Auður með sendinguna fyrir markið. Þóra lengir hann áfram á Evu en Júlíana Páletti vinnur hann í boltan. Velur undir baka hérna Júlíanu. Þessar fyrstu 5 mínútur eru bara mun betra heldur en það sem við fengum að sjá í fyrri hálfleik. Það er átt að segja það. Já, sammála því. Það er bara einhvern veginn svona meira öryggi yfir leiknum það. Bryndís tilbaka á Kilíl. Kilíl sendingin ekki nógu nákvæm hjá henni. Algjör óþarfi kannski að fara í þessar löngu sendingu. Ekki undir meiri pressu en þetta. Bæði Birna og Elvíra voru með henni þarna stittra. Jóhanna, Elvíra gerir þetta vel. Erna Björn fram á Sunnu sem hann næri ekki að taka hann með sér. En setur kraftin í pressunni hérna. Eva Ýr. Beint á Mattisson. Mattisson skallar hann á Völu Maríu. Vala Maríu. Sendingin hérna ætluð Sunnu Rún. Aðeins svo framalega fyrir Sunnu. Framöndan auðvitað einnig leikur í Mjólkurbikar karla á fimmtudaginn, á sumardaginn fyrsta. Leikurinn hefst klukkan 3 og Anna Þóra í smá vandræðum hérna.
Katrín með boltan út í teiginn en þarna engin Selfyssingur. Vala María vinnur vel tilbaka hins vegar og ég ætlaði svo sem að fara að láta vita af því að þessi leikur á dagskrá IA TV á sumardaginn 1. klukkan 3. Hvet að sjálfsögðu fólk til þess að horfa á hann hjá okkur ef að þið ekki komist í höllina, væntanlega verður hann hérna í höllinni. Júlíana með skotið, Erna Björk gerir þetta vel, skotið í varnarmann og síðan kemur ótrúlegt færi. Hver var það sem átti síðara skotið? Sjáum þetta aftur hér, kemur fyrst skotið frá Júlíönu. Já, Mattisson á síðan skot í varnarmann og þetta er gott að hann snertir stöngina reynlega þarna. Mér sýnist það. En Erna Björk þarna hársbreidd frá því að skora. Vala aftur á Sunnu, Vala fær hann aftur frá Sunnu og aftur að Sunna ná ekki að nýta svona kannski það besta sem að stuttuhornin hafi upp á að bjóða þarna, lendur sér bara að koma sér í vandræði. Þetta er nú ákveðin kunst að ef þú ætlar ekki að taka langt þá þarf að vera pínu plan. Já. Lendur í vandræðum þarna, en frábær pressa, er þetta ekki Skaginn sem á þetta? Nei. Hún langaði það, ég sá það. Já. Elvíra sögðu hafa átt síðustu snertinguna þarna, en Bryndís vinnur hann fyrir Skagann. Elvíra tilbaka á Kilíl. Yfir á Önnu Þóru. Anna Þóra kemur upp með boltan. Og til vinstri á Selmu. Selma með langan bolta í fætur á Ernu Björk. Erna Björk gerir þetta ágætlega. Missir hann frá sér. Júlíana tilbaka á Bryndísi. Bryndís, Vala með pláss hérna út í hægra megin. Vala María fer á stað. Vantar stuðningi núna. Finnur Elvíru. Elvíra og þarna er hotspinna. Hotspinna, nei, þarna langar mig að gera athugasemd sko. Já, hérna, það var leikinn hann á hann. Sko, hann vissulega er Mattisson rangstæð þarna en hún lætur boltan fara og það kom þarna hik á aðstoðardómarann og hann var í rauninni, hann fór upp í flaggið, hætti við. Já. En Bríett dómari tók á hann ráðinn og dæmdi rangstöðuna. Aðeins og fljótur á sér þarna, en vel gert hjá Völu Maríu. Vala María inn á teiginn. Það kom að sér frá, Þóra gerir það, ekki langt. Svipað eins og var lengi vel hjá Skagaliðinu í fyrri hálfleik, náðu ekki að reynsa. Selma með skallan inn að markinu en beint í fangið Evu Ýr. Og Selfyssingar anda léttar í augnablik. Það var að gefa sér langan tíma í útsparkið. Kemur langur út til hægri og Selma vinnur boltan af Evu Lind og það er Selfoss sem á þetta innkast. Embla kastar hérna fram, Katrín. Anna Þóra fær að prófa að eiga við hana núna. Anna Þóra er ekkert lamb að leika sig við heldur nefnilega. Það er hérna Mattisson út til hægri á Elvíra aftur inn á miðuna á Mattisson. Hún hefur fært svona pínur einmitt. Mér finnst Mattisson að það var glætt miðjun og svolítið lífi. Já, ég sammála því. Þetta var góð breyting hjá Skarphéðinu hálfleik. Langur bolti fram, Sunna. Sendingin frá Ernu yfir á Völu. Vala sveik hann aðeins fyrsta snertingin. Elvíra fyrsta inn á teig. Koma þessu frá. Bryndís Rún tekur frákastið. Þetta er allt annað. Bryndís yfir til hægri á Völu. Henn er svona aðeins að misrækna boltan hérna. Sendingin inn að markinu, Eva Ýr og brotið á henni og ég held að réttilega dæmt aukaspyrna. Sjáum þetta aftur hér. Sendingin kemur hérna og það er Erna Björk sem fer inn í hana. En
breyti því ekki. Selfyssingar náðu nú að hindra að boltinn færi í netið, engu að síður, þó að væri búið að dæma. En það var Ásdís Vala gerir þetta vel. Sunna tekur við og brýtur af sér hérna. Auður Helga næri þessa aukaspyrnu. En Selfyssingar gera vel, Anna Þóra stígur út úr vörninni. Krafturinn í Völu Maríu hérna í upphæðu síðarhálfleiks, þetta er alveg aðdáunarvert. Já, maður veltir fyrir sig hvort það getur hlaupið svona allan leikinn. Það er ekki víst. Jóhanna með boltan inn á tegin, siglir í gegn, fangið á Kilíl. Kastar þessu út á Annu Þóru. Hún út á Selmu. Mattisson sækir hann. Birna á Elvíru. Elvíru aftur á Birnu, engin pressa á henni. Kilíl færir hann yfir á Önnu. Það leggur á stað. Og sér það svolítið allt mikið bil á milli sóknar og varnar, svona miðjan dottin alltaf langt niður eða fram. Já. Það er svona eins og tvö, ef maður horfir á þetta hérna, þetta var í víðri mynd, þá er þetta svolítið eins og tvö skalið sikkurum enda vallarins. Það þarf að passa þetta að halda tengingunum. Selfoss á innkastið. Jóhanna kastar inn á Katrínu. Birna setur press á hana og Elvíra síðan tilbaka á Kilíl. Kilíl ákveður að taka þetta bara stutt. Birna á Bryndísi. Fær hann aftur. Það á Sunnu. Kilíl ekki gerði neitt greiði þarna eftir það sem við sáum hérna í þriðja markinu. Ég sé eftir ekki þegar Katrín er að koma, hún gefur ekkert eftir. Nei. En fór alltaf besta veg fyrir okkur heimamenn. Hvað er dæmt hér? Já. Þannig að Selma með langa bolt upp í horni á Júlíana, hún með pláss hérna. Eva vinnur vel tilbaka og það sem Brynja Líf sem kemur þessu. Nei, það er hotspinna. Náði ekki boltanum nógu snemma, 30 mínútur eftir. Við þurfum að fara að fá mark fljótlega ef að Skagaliðið ætlar að ná að gera alvöru allu að þessu. Já. Ekki það, hlutinni geta verið fljótur að gerast. Það er Sunna Rún með hotspinnuna. Eftir þessu inn að markinu og þetta er sýnst að vera Eva Lind sem að skalla hann bara reynilega nánast bjarga á línu. Já, gott að Sunna hefur verið bara reynilega að skjóta á markið þarna. Og það er Vala María sem að færa að spreita sig. Elvíra býður sér stutt, aðeins að hreyfa vörnina, kemur boltinn inn á teginn. Selma Dögg þarna með fullt af plássi. Ég hef ekki gert sig grein fyrir hvað hann var einn. Nei, sjáum þetta aftur hér. Þá er skipting hjá Eva Lind sem að kemur af velli. Eva Lind Elíasdóttir. Já, Eva Lind var mjög góð í fyrrhálfleikinn og lítið sést í seinni, svona bara eins og í raun og veru allt Selfoss-liðið. Það er Guðrún Þóra Geirsdóttir sem að kemur í hennar stað.
einhverjar skipulagsbreytingar sýndist mér hérna hjá þjálfaraliðinu á Selfossi. Það bregðast við. Þetta ekki réttu dómur. Enda það allir leikmennir á annarri skoðun. Já, bæði leikmenn í og Selfoss voru nú eiginlega bara alveg vissir að Skaginn ætti þetta innkast. Já. En ranglega dæmt innkast Selfossingum í hag. Katrín tekur vel við boltanum, finnur Auði, hún aðþrengt. Bryndís á Sunnu, Sunna snýr, Vala sendir hann aftur hérna upp í hornið á Sunnu Rún. En vörnin sér við henni. Þá gæti Elvíra kastað þessu bara inn á teginn. Mattisson þar mætt, hávaxinn mjög, var að vinna í kringum hana síðan. Elvíra kastar yfir Mattisson á Ernu Björt og Erna Björt fellur hérna við, ekki dæmt, kemur síðan skot og það rétt fram hjá Selma Dögg, átti það. Það verðist vera öðruvísi hvort að þú keyrir inn í markmann eða sóknarmann. Já. Þetta ekki ósvipað því sem gerist áðan þegar það var dæmt brot á Skagamenn. Já, þetta áhugaverður punktur hjá þér að hefðum verið í markmannsbúning þá er þetta ekki þá er þetta aldrei spurning sko. En hérna, þetta svona en þetta hefði reyndar svona, ef maður verið alveg heiðarlegur ef þetta hefði verið í hinu vítategnum þá hefði maður orðið frekar fúll hefði það verið dæmt. Sunna með fína pressu þarna og nær að vinna hornið, frábærlega gert Sunna Rún. Það er vilja fá eitthvað út úr þessum leik, það er bara svoleiðis. Vala býður sér stutt, Sunna ákveður að sleppa því, fór nú ekki nóg vel hjá síðast. Kemur hornið, Sunna Rún, árbolti inn á fjær, Júlíana missir af honum, Erna Björt endar með hann, finnur Elvíra lyftur þessu séðan inn á teginn aftur, hann koma þessu frá. Katrín með fína móttöku en Elvíra gerir vel. Vala María fleitur honum áfram. Vala vinnur hann, setur hann upp í hornið á Sunnu. Sunna reynir fyrir gjöna, nær ekki að koma henni í gegn. Elvíra út til hægri aftur á Völu. Vala leggur á stað, nær að koma þessu á Mattisson að þrengt hérna brotið á henni virðist vera en ekki dæmt og hendi þarna en þá kemur Katrín fyrir Selfoss. Þannig að hún er komin á stað hérna, Elvíra vel staðsett og já, þetta er bara hefði Skagaliðið komið mætt svona til leiks í upphafleiks. Já, það hefði verið forvitnilegt að sjá það. Og gefur kannski ágætis fyrir sumarið ef þetta, maður sér að þetta er það sem að býr í þeim. Já, það er átt þessar fyrstu 20 og mér sýnist ekki verið eitthvað þannig að Selfoss sé bara eitthvað að leyfa þeim. Það er Selfossingarnir vilja ná boltanum en það er bara ekki ganga. Sunna Rún. Manst eftir myndinni Space Jam? Já. Þannig í hálfleiksræðina og vassbrúsan sem var látin ganga það. Nei, ég fór allt í hennu að hugsa hvort að Skarphéðinn hefði í einhvern svona brúsa sem okkur Jordan með þeirri mynd. Það vita svo sem hvað ég er að tala sem að hafa séð myndina en mér finnst samt eins og það sé meiri þreyta í Selfossliðinu heldur en nýja liðinu hérna í seinni hálfleik. Og það er spurning hvort að Skagaliðið getur nýtt það. En Selfossliðið 3 á móti 3 hérna. Sendingin inn fyrir Embla Dís upp í hornið á Katrínu. Katrín leggur hann út í teginn en Anna Þóra vel gert. Erna Björt og dæmt hendi. Já, stúkan ekki hrifin af þessu. Enga veginn hrifin af þessu. Boltinn inn á fjær og Kílíl rétt nær að verja þetta var ekki samfærandi
Þetta skulum við sjá aftur hérna. Auður með boltan inn á fjær, Katrín með skallan og Kílil út við stöng. En vel varið. Kemur boltinn inn að markinu, Kílil grípur það. Og spurning hvort þær eru ná að vera snöggar af stað. Kílil kastar út og farið í hana. Og Skarpíðin kallar já, þetta ætti þá að vera spjald í stæði að dæmt á þetta en Anna Flóra frábært pressa hjá Völu, leysa vel úr þessu. Jóhanna Elvíra nær að komast á milli, Sunna Rún tekur hann niður, tekur baka á frængu sína Birnu og Erna Björk og tilbaka á Sunnu. Sunna lyftur þessu upp í hotnið á Völu Maríu, Vala María á mikil ferð hér, nær þessum, kemur honum yfir á fjær og það er Júlíana með skallan og boltan Björk á línu. Þvílík sókn hérna og þeir Selfossliðið nær að róa hérna lífróður reynlega. Mattisson vinnur boltan tilbaka. Sunna Rún á Völu. Vala, Mattisson nær að snúa, snýr aftur út á Völu. Vala kemur boltanum aftur fyrir en beint í fangi á Evu Ír. Nú getum við séð aftur þetta færi hér. Vala með frábæra fyrirgjöf hérna, Júlíana með skallan, Eva Ír með hendurinn í boltanum, Bjarga á línu síðan. Já, hvernig sem þessi leikur fer, þá er nú Skalið búið að segja, verði að segja, finnst mér að verðskulda allavega að fá mark í þennan leik. Já, heldur betur. Júlíana fær hann upp í vinstra hornið. Það var mikið verið að fara upp hægra meginn, núna verið að reyna fyrir sér hérna á móti Emblu. Mattisson. Júlíana tekur hlaupið, fær hann hér aðeins og framalega. Skemmtilegt hlaup þarna. Nú eru bandarísku leikmennir að leika saman og tvöföld skipting núna hjá Selfossi. Þóra og Embla Dís að fara að velli. Og Hekla Rán nummer 20 að koma inn á. Og eins leikmaður, hver er hinn? 10, já. Það er önnur þessi nummer 16. Nú bara spurning, viltu veðja? Hvor er hvað? Ég ætla að segja þessi sem er fyrrnefnd sé nummer 10. Já, það er þá Elsa Katrín. Og Embla Dís fór að velli einnig. Boltinn, Eva Ír grípur þetta vel. Elsa Katrín Stefánsdóttir komin inn á. Skulum við gefa okkur. Nei, það var Védís Ösp. Annarhver er það. Bryndís skiptir yfir til vinstri, þetta er ekki nákvæm sending hjá henni. Rétt 20 mínútur eftir og Skalið búið að leggja mikið á sig til þess að reyna að ná marki og breyta kannski svolítið svona, hvað maður að segja, stefnunni í leiknum.
Já, og í rauninni En hafa ekki náð að uppskýra. Nei, og sem sorglegt. mjög vel. Hendi bæði lið og ekki dæmt. Júlíana á Mattisson. Mattisson tilbaka á Birnu. Birna yfir á Elvíru. Auður pressar á hana. Tilbaka á Kilíl. Birna. Anna Þóra fær hann tilbaka hérna. Birna lyftir þessu fram á Völu Maríu óheppin að það fær boltan í sig og þaðan út af. Þetta er höfuð högg. Elvíra Agla kemur Eva sjúkraþjálfari gæða sinna fyrrum leikmaður þetta sem að svona okkar elstu og tryggustu áhorfendur mun eftir. Já. María Jónsdóttir. En Elvíra við hafa ekki orðið mjög meint að þessu. Nú hefum við fengið högg á nefið mögulega, það er ekki þægilegt. Já, kemur Elvíra inn á. Anna Þóra með langan bolta fram. Erna Björt eldir. Vala María tekur þetta frákast. Elvíra kemur utan á. Elvíra með boltan síðan inn á tegin. Erna Björt á undan Evu. Það er fallað þarna í tegnum. Selma síðan í skotið. Brynja er fyrir. Júlíana í skotið og minnka munin í 3-1. Þetta er ekkert meira en liðið á skilið, Hannibal. Þetta er rúmlega verðskuldað. Nú er spennandi að sjá að það eru 15 mínútur eftir að leiknum og Selfossliðið bara hefur ekki mætt í þennan seinna leik. Nei, það er alveg rétt. Þannig að það er lag fyrir Skaga núna. Já, skulum sjá þetta aftur. Þetta var falleg sókn og mikið búið að vera í gangi þetta á undan. Júlían tekur hér frákastið og bara neglir honum í nærhornið. Og já, nú er bara spurning hvað gerist. Stemmingin öll með heimaliðinu og Sunna Rún fær aukaspyrnuna hér. Martina og leikmaður nummer 11 Júlíana Pavaletti. Sunna með sendinguna inn á tegin og Mattisson skattar út í netu og minkar í munin í 3-2. Þetta er orðið leikur. Þetta er ekki lengi að gerast. Og erlendu leikmennirnir hér, Mattisson og Júlíana að stimpla sig inn hérna. Þetta mark á 77. mínútu, rétt tæpar 2 mínútur á milli marka. Sjáum þetta aftur hérna, Sunna, spyrnu sérfræðingurinn. Eva hikar og það er bara málið, hikar sam og tap. Sjá að Mattisson er bara Nú getur allt gerst. Og spurningin núna bara hvað, sko, það er ekki hægt að taka leikli í fótbolta, sko. Nú er alltaf Skarphéðinu greinilega nýtt hálfleikinn vel til að ræða við sitt lið. Alveg pottþétt.
gerir líka taktíska breytingu sem er búin að skila bara rosalega miklu fyrir spilskaman í seinni. Ekki spurning. Og nú verður forvitnilegt 15 mínútur eftir munar einu marki og nú er bara spurning hvort að Selfyssingar vakna af þessum maður myndur ekki kalla værablundi, hann hefur alltaf ekki verið sérstaklega vær svona síðustu mínúturnar. Nei, heldur betur ekki. Sem að það er bara komið inn í síðara hálfleikinn og aukaspyrna dæmd og besti nú í Já, hún hlýtur að hafa gert, býtu við, þetta er rétt. Þetta er nefnilega rétt, ég held að rétt skal vera rétt. Hannibal. Ef að verstu mistökin hún bendir óvart í vitlaus átt í smástund þá er það bara vel dæmdur leikur. Allavega. Nú verða náttúrulega Selfyssingar að svara þessu en við að sjálfsögðu óskum þess að þeir láti það algjörlega ógert. Bryndís skalla frá. Sunna Rún með frábæran snúning hér. Sunna Rún út á Elvíru. Erna Björk verður að passa rangstöðuna þarna. Bryndís inn fyrir á Ernu Björk. Hún er ekki í rangstöðu. Boltinn fyrir markið og það er Brynja sem að skallar hann í horn. Það er pressa núna á Selfyssingum. En sjáum hér að það er Jóhanna sem að liggur eftir. Kannski það er að Sunna Rún að gera sig klára að skalið einu fleiri akkurat núna. Syns Lilja Björk Unnarsdóttir vera svona að gera sig líklega til að koma fljótlega inn á. Kemur Sunna með hornspyrnuna inn á fjársvæðið, skallað upp í loftið. Bryndís skallar hann áfram. Anna Þóra nær ekki að koma þess að tegin og dæmt aukaspyrna þarna á Mattisson sem að fer í Evu Ír og enn og aftur auðveldur dómur. En réttur held ég, það sé átt að segja það. Já. Það sýndist Selfyssingar var ekki að merkjum að þetta skipta. Já. Við meitt sig hana. Þannig að Selfyssingar eru einu færri eins og þeir. Og ég get ekki betur séð en að Siva Atladóttir sé að gera sig tilbúna að koma inn á. Og reyndar einnig Anna María Friðgeirsdóttir get ég ímynda mér. Og býtum við, það er fleiri meiðsli. Brynja sem að liggur eftir núna. Nóg að gera sjúkraþjálfurum, hleypur úr einu marki hana. Já. Það þurfti kannski að vera með auka manneskju þarna og vakta leikmanni sem að, en þá er væntanlega skipting, er þetta ekki Jóhanna sem að liggur þarna, er ekki rétt hjá mér, Jóhanna Elín Halldórsdóttir nr. 11 sem að er að koma af velli, held ég alveg örugglega og já, Brynja er í lagi og Auður að koma að velli einnig og ég ætla að gefa mér það að Jóhanna sé að fara að velli einnig. Er það ekki rétt sem er þetta að núna þarf þetta að taka sérst að það fer út af fræðlningu þátt að koma inn við miðjuvallar eða? Sko, nú verð ég að viðurkenna, ég er ekki alveg með það á hreinu. Hver var hinn leikmaður sem kom inn á hérna? Sjö getur verið. Sjö getur verið, já. Það er Anna María Friðgeirsdóttir.
En Selfyssingar, já, þurftu að gera þetta eitthvað að bregðast við þessu. En þá spurninga mitt hvort að Skarphéðinn ætlar vel gert hjá Mattisson sem búinn að vera frábær á miðjunni hérna síðari hálfleik. Vala María gerir þetta vel. Og boltinn á tegin. Eva slærar út í tegin. Mattisson í skotið. Síðan boltinn endar í netinu. Júlíana að bæta við öðru marki sínu hér. Þvílíkur seinni hálfleikur Arnarsson. Staðan er 3-3. Það svona Coventrysk stemming hér í Akraneshöll. Við skulum sjá þetta aftur. Þetta var mikill atgangur þarna. Erna Björt hér og Júlíana kemur þessu í netið. Og þetta er ansi áhugavert og Selfossliðið er bara bara í svona, þú varst búinn að nefna það virka þreyttari. Þú veist, er Skagaliðið bara í betra formi, mögulega? Það er merki það, finnst mér. En ég reyndar spurði mig líka hvort að Vala gæti hlaupið svona allanlega hálfleikinn og hún bara sýndi þarna á 83. mínútu og hún gat það. Ég er að velta fyrir mig hvort að við getum náð að sjá þetta eins lengra tilbaka, mögulega. Já, er svarið við því. Sjáum hérna kemur sendingin fyrst inn á. Mattisson í skotið og Erna Björt síðan. Og þetta er bara, þetta er vilji, hreinn og klár vilji þarna. Algjörlega. Og þvílíkur lokakafli sem við eigum hérna í vændum. Kemur langur bolti fram, Guðrún Þóra og Elvíra er á undan. Þetta er væntanlega eitthvað sem að Selfyssingar byggust enga megin við þegar þær voru að spjalla saman í hálfleik. Ég velti ekki fyrir mér, nú voru með meiddan leikmann hann að endalínuna sín megin að ég er ekki viss að ég bara vara með eftir. Nei. Kemur boltinn inn á tegin. Anna Þóra skallar hann upp í loftið. Selma síðan kemur þessu frá. Erna Björt nær að taka niður. Skallar hann niður fyrir Sunna Rún. Sunna Rún með Júlíönu með sér hérna vinstra megin. Sunna Rún fer bara sjálf. Sunna Rún er enn nálgast tegin. Sif stígur á mótinni. Mattisson missar hann frá sér. Katrín kemur nú hérna úr rángstuð, er það ekki? En frábærlega gert. Bryndís vinnur boltan fyrir Skagan. Þær virðast eiga nóg eftir. Og við skulum átta okkur í því að Skagaliðið búið að skipta einu leikmann inn á. Júlíana, brotið á henni hlýtur að vera. Nei, nú er ég ekki alveg að skilja. Verði að viðurkenna. Þetta er aðeins. Sjáum þetta eftir hérna. Stíið inn í. Ég veit ekki hvað Júlíana Pálletta á að gera hérna. Páletti fyrirgefi. Hvað hún á að gera þarna annað. Boltinn inn á tegin. Birna skalla frá. Vala eldir. Næris ekki. Ein skipting í viðbót hjá Nei, engin skipting. Hún er að koma inn á eftir aðlýningu væntanlega. Vala Katrín og sem Ásdís Dóra sem er komin hérna í bakvarðarstöðuna eftir að Jóhanna fór út af. Katrín í skotið. Kílíl Vereda nær að halda þessu. Fjóra mínútur eftir. Tæpar. Júlíana. Mattisson. Mattisson snýr við. Selma með henni. Selma Dögg lyftur þessi áttina að Ernu Björt sem að tekur hann á kassan, leggur hann út á Bryndísi. Bryndís er að leita skotinu. Bryndís fer í skotið en það er skakt og framhjá. En vel spilað hjá Skagaliðinu. Bara að gera að hamra játna með hei. Man heyrði að það kom svona kliður í stúkuna þegar Bryndís var að finna þetta skotfæri. Þetta fólk
séð hann að gera alls konar hluti á löngum og farsælum ferli. Kemur langur bolti fram. Kílíl endar með þennan í fanginu. Sif Atladóttir hérna með hreinsun skástrygg sendingu. Kílíl spinnir fram völlin. Boltinn upp í loft. Kemur sendingin inn á teiginn. Og Kílíl gerir þetta frábærlega. Og hvað? Dæmt vítaspyrna! Ég trúi þessu valla. Var rosalega lengi að dæma þetta víti og ég bara einfaldlega ekki sannfærður. Já, ég skal ekki segja. Sjáum hvort við getum séð þetta vel hérna. Nei, hún tekur bara boltan. Þetta ætla ég að leyfa mér að segja, ekki réttu dómur. En þegar dómar svona lengi að dæma, það aldrei gott. Því þá hann að hugsa og þá sá hann ekki. Já, ég ætlaði einmitt að vera að segja og sagði það. Frábær útlaup, frábærlega gert hjá Kílíl. En það varamaðurinn Anna María Friðgeirsdóttir, sýnist mér, sem er komin á vítapunktinn. Kílíl Keshwar til varnar endurkoma skagaliðsins. Hérurinn hangir á bláþræði hérna. En Anna skorar af miklu öryggi. Staðan orðin 4-3 fyrir Selfoss. Já, þetta eiginlega svakalegt. Þetta sorglegt í rauninni og gangi leiksins hérna í síðari hálfleiknum. En það vill til að það verður mörgum mínútur bætt við með hvað er búið að vera hérna í gangi í síðari hálfleik. Á Skagaliðið nóg eftir til þess að finna aftur jöfnunarmark. Mattisson á Völu. Vala sendingun inn á teiginn. Vala skallar hann aftur inn á teiginn. Boltinn berst yfir á Erni Björt. Erna Björt fellur við og það önnur vítaspyrna. Þetta lítur að vera víti. Það dæmur og víti, en hérna finnst mér að vera bara jafn á hlutinu. Sjáum þetta aftur hér, þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Já maður. Og það Erna Björt sjálf sem að fara á. Ég á ekki orð, Hannibal. Ég bjóst nú svo sem alveg við skemmtilegu leik hér. Erna Björt klára þetta á jafnum metin aftur. Ég held að viljum við þessi leikur klárist. Það hörku stemming hér eins og þið heyrið. Sko, fólk að borga fullt af peningu fyrir að fara í rússíbana og eitthvað svona. Já. Við erum að fá þetta bara þetta frí. Þannig að sjáum við reyndar vítadóminn aftur hérna. En því lík skemmtun og ég einhvern veginn á því. Það ekkert víst að þetta sé búið sko. Nei. Skoppar hann að leiðina fyrir Mattisson. Og þá alltaf Selfyssingar að reyna að snúa þessu aftur sér í vil. En komin mínúta í uppbót. Gætum alveg trúa því að þetta fari kannski í 93. Já, minnstu kosti, ég held þessi 96. Eða 99, svo svona algengt í dag. Hérna 9, 10, 12 mínútur. Já, hér og Selfyssingar eiga hérna möguleika á Sif getur skotið langt, hún er búin að sína okkur hérna fyrir kvöld og hún er búin að fara að setja inn teg. Kemur langur bolti, Bryndís Rún skallar frá. Ásdís Þóra út á Emblu.
Skaginn vinnur boltan. Boltinn laus á miðjunni. Selfyssingar hirðan. Ásdís. Og sendingin frá henni ekki góð. Og bara kanna með virtist eins og fengi höfðkalla, þannig að þetta hún svo sem skýrsamlega gert. Já. Þetta bara, ef við merkjum höfuðmeiðsli þá að gera þetta. Og bara lifna hérna upp stuðningur í stúkunni. Það má finna spennuna hérna inni. Elvíra lyftur honum fram. Brynja skalla frá. Guðrún tekur við honum. Vala með góða pressu. Ásdís. Kastar fram, beint á kollin á Völu. Sunna tekur hann á kassan. Sunna tilbaka á Bryndísi. Bryndís lyftir honum bara fram. Það leið eitt hérna. Erna Björk tekur hann niður. Setur hann út til hægri. Það eru Vala og Sunna. Vala reynir fyrir gjöðan og það er hornspyrna hér í uppbóta tíma. Mér finnst ég að hafa séð þetta handrit áður Hannibal. Sunna lyftir þessu inn á teiginn. Það ná að skalla þetta frá. Boltinn laus fyrir utan teiginn. Bryndís Rún. Vinnur hann. Tilbaka á Birnu. Sunna úti hægra megin. Kemur boltanum inn að markinu. Boltanum laus og þetta lítur hann aftur víti. Nei! Það ná að komast einhvern veginn frá þessu. Þvílík spenna. Og Selma Dögg í kapplaupi er á undan en innkastið dæmt Heklurán. Við þurfum að fá að sjá aftur þetta atvik hérna. Náðu því ekki alveg strax held ég. Anna Þóra, spurning hvort við náum að smetla þessi í núna. Náttúrulega komið djúpt í uppbótartíma. 5 mínútur komnar á klukkuna, vallaklukkuna og við erum að missa net. Ég á ekki orð. Nei, ég vona að netið hangi inni hjá okkur. Það er eitthvað svona, ég er að fá meldingar um að það sé eitthvað pínu tæft. Það ætlar allt undan að láta hérna. Selfyssingar, þá er væntanlega kemur innkast inn á teiginn. Katrín leggur hann fyrir. Anna Þóra missir hann frá sér. Boltinn inn á markinu. Kilíl. Og þá er flautað til loka venjulegs leiktíma og við kannski náum að sjá aftur þessa síðustu sókn Skagaliðsins. Sunna Rún. Þetta er nú bara skotnánast og Mattisson við það að komast í boltan. Næri því ekki alveg. Og já, framlenging framundan. Það var ekkert sem sagði okkur það í hálfleik að við værum að fara að horfa eitthvað meira en 45 mínútur í viðbót. Nei, algjörlega. En þær sýndu það hérna á fyrstu 20 mínútum í seinna hálfleik að þær ætluðu sér að setja mark í þennan leik. Og það þurftur endur að bíða í 30 mínútur eftir því. Þetta var þolinmæðis vinna en leið og fyrstu markið komið þá bara vildu það meira. Já, við skulum bara látum rúlla hérna mörkin í leiknum. Selfyssingar náttúrulega, eins og þú sagðir, áttu í rauninni fyrir áleikinn, langstærstum hluta. Og við höfum svo sem áhyggjur af því að hvað Skagaliðið virkaði einhvern veginn svona, virkuðu stressar, virkuðu einhvern veginn bara pínu smeykar. Gekk illa að halda boltanum og komu illa að sendingum hverja aðra. Og en Kilíl hlýtur að vera sátt með að Skagaliðið skildi hafa náð því að hún rauninni kannski getur klórað sér svolítið og næða sér í handabökin fyrir þessi mörk 2 og 3. Er hérna undir pressu og en það var Júlíana Páletti sem kom þessu á stað hérna eftir ákafa sókn hjá Skagaliðinu og frábærlega að klára hjá henni hérna. Hún tekur boltan niður inn í teignum og eins snerting og skot. Það var síðan Mattisson Schwarzenberger sem
minnkaði munin síðan í 3-2 bara 2 mínútum síðar, innan við 2 mínútum síðar. Við sjáum bara með hana, hún svo stór og sterk í loftinu þarna að það nýtur hún alla þennan kraft sem hún hefur. Og síðan það 3. markið og boltinn var nú á leiðinni í netið þarna og síðan var dæmt víti á Skagalið, býtum við skulum nú sjá hvort við getum ekki fengið, þarna kemur það á það sem að okkur fannst frábær tækling, en hún fer vissulega með Sólan þarna í Guðrúnu Þóru einnig og hún skoraði síðan úr af nokkur öryggi í vítinu en nú ekki, ég með það en mér vant að verða því miður að hér það Anna-María Friðgeirsdóttir sem að skorar og kemur Selfoss þarna hafði maður ágjörð að þetta væri bara einhvern veginn búið að vera. Já, heldur betur og sennilega Kiljan með einna mest. Já, en þá kemur þessi dómur hér. Erna Björk kemst í boltann, stígin út síðan og vítaspyrna dæmd, en því miður á ég ekki. Ég spenntist allur svo upp við að hann skoraði úr vítinu að ég einfallega bara glemdi mér. En þá eru tvisvar sinnum 15 mínútur eftir. Það er greiðlega mikilvægt fyrir Skagaliðið núna að halda markinu hreinu í þessum fyrra áleiki í þessari framlengingu, þess að af þessum 8 mörkum þá hafa 7 af þeim komið hérna í markið í 8. Langasandi. Það er bara eitt mark verið skorað í 8. Grundaskóla. Já. Og það er einmitt markið sem að Skaginn sækir á í fyrra áleik. Akkurat. Og við getum ekki talað meðvind. Nei. Og nú ég einna spenntastur að sjá bara hvað gerist með klukkunni hjá okkur þegar við förum yfir 100 mínúturnar. En framleggingin hafin hér, hálftíma eftir af fótbolta. Vona að pössunin mín sé að horfa og viti að mér senkar aðeins. Elvíra fram á Völu sem er dæmt rangstæð. Engin skipting heldur, við erum að tala um það hjá Skagaliðinu að það er bara búið að skipta Önnu Þóru Hannesdóttur inn á meðan að Selfyssingar eru búin með alla sína skiptingar. Það finnst mér líka mjög áhugavert að við eigum fersku fæturnar eftir utanvallar. Og líka bara þessi fætur sem eru inn á, þeir virðast ekki vera orðnir þreyttir sko. Nei. Júlíana Mattisson út á Selmu Dögg. Selma lyftir honum hérna fram á Júlíunu. Júlíana á Mattisson. Mattisson finnur Sunna Rún á Ernu Björt. Erna snýr, kemur honum yfir á Völu. Vala fullt af gulum treyjum í tegnum. Boltinn inn á tegin yfir Evu og yfir markið einnig. Þarna skall hurð nærri hælum hjá Evu Ír. Ég ætla nú að gera ráð fyrir að hún hafi verið að reyna fyrirgjöfu þarna. Er snertur hann? Það er spurning nefnilega. En ég ætla að leyfa mér að segja ef að þessi leikur er einhver vísbending fótboltan sem við fáum hérna í kvennaliðinu í sumar, að þá verður dagskráin góð hjá okkur á ETV. Heldur betur. Það er það Selma. Bryndís fær hann. Setur hann á Birnu. Birna yfir á Elvíru. Elvíra lyftir honum fram. Sif les þetta vel. Vel gert Selma og vel gert fín pressa hjá Mattisson að það. Júlíana með boltan og vinnur aukaspyrnu.
Næstu leikadrinn hafa verið góð fyrir IA og sjáum að Mattisson hleypur beint inn á teigi núna. Sunna Rún auðvitað er náttúrulega spynnu sérfræðingur liðsins, þó ung sé að árum, frábæran hægri fót. En ég ætla að leyfa mér að segja að hérna, það er nú oft talað sko þessa atvinnumennina sem er að fá borga fyrir að spila hérna og hafa engar svona tengingu við félagið. Þú sér það ekki á Mattisson og Júlíönu hérna í síðara hálfleiknum og segja það sem þetta skiptir þér ekki máli, þetta skiptir þér miklu máli. Sunna með háan bolta inn á teginn, Mattisson í baráttunni, boltinn dettur niður í teginn. Erna Björk Eðjasdóttir kemur í 5-4. Förstu leikadrinn Hannibal! Förstu leikadrinn. Mér sýnist Mattisson vera að panta 3 Gatorade. Komum við á strax. Herru, þetta skulum við sjá aftur. Geggjuð aukaspyrna, boltinn dettur í teignum og þetta er bara afgreiðsla. Þetta er nýja. Þetta er bara nýja af Guðs náð hérna, eins og maður myndi segja. Heldur betur. Erna kom með 2 mörk. Fyrra markið úr víti sem hún náði í sjálf. Já. Og en því lík endur koma. Mattisson fellur illa við hérna og aukaspyrna dæmd fyrir rest. Mattisson fann fyrir þessu. Þetta lítur ekki vel út. Við getum kannski náða að skoða þetta aftur. Þetta er lítur ekki vel út, svo getur vel verið að sé að þreyta spili eitthvað smá þátt þarna í þessu hjá henni. En vinstri ökklin eða hvað? Vist vera á. Jæja, Mattisson er staðan á fætur, það er jákvætt en stingur við. Já. Stingur aðeins við en við sáum að Lilja býtur nú við. Sér hérna Aldís hún er sest niður hérna. Lilja Björk Unnarsdóttir er klár, kemur sendingin inn á teginn, skalla frá af Brynju, Vala María. Eina sem að Völu Maríu vantar í þennan leikið mark. En Selfyssingar sækja þá Katrín Erna Björk að vinna vel tilbaka hérna. Og engin rángstæðar, svo Skalið hefur viljað fá. Skafir einu færi núna Mattisson út af og munur minna. Já, Lilja Björk að koma inn á væntanlega ætli að sé ekki fyrir Mattisson þá. Já, ég myndi ætla það. Lilja Björk Unnarsdóttir, gaman að sjá hann í gulu. Ég ætla að segja það bara aftur. Og segjum bara velkomin heim. Já. En Mattisson bara, já, gætu við sko, þessi taktíska breyting að setja Mattisson inn á miðuna og Júlíönu út til vinstri. Já. Var það ekki það sem að snýri leiknum einfallega? Frammistaðan hjá Mattisson er búin að vera alveg stórkostleg. 100%. Katrín í skotið beint á Kilill sem er vel staðsett. En þetta er hvergi nærri búið, það er eins marks munur og eitt mark er ekki mikið í þessum leik. Nei. Kilill með langan fram á Júlíönu. Júlíana
Brynja pressar á hana, Lilja Björk mætir með vinstri fótinn sinn, glæsileg sending inn fyrir á Sunnu Rún. Sunna Rún á nóg eftir. Sunna kemst á hægri fótinn, hótar skotinu fyrir skoti, Eva með frábæra markvörslu slær hann yfir. Orkan í hann að eiga þetta eftir á 8. mínútu framlengingar. Já. Svona með við framistöðuna hjá henni að það er alveg spurning hvað maður hefur bara að gefa henni og Völu-Maríu frí í skólanum á morgun. Já. Það þurfum að fá svo út. Ef ekki núna, hvernig þá? Já. Nákvæmlega, en þarna sáum við einmitt líka það sem að Lilja Björk færi liðinu, þessi vinstri fótur sem hún hefur. Já. Fáir betri en Sunna með enn eina hotspinnuna fyrir skalið yfir á fjársvæðið. Það er Selfyssingar skalla frá, Vala-María vinnur næsta bolta og Guðrún skallar síðan frá og fær aukaspyrnuna. Skalið ennþá með Kolfinnu, Ylvu Laxdal og Magnu og Bríetsunu á bekknum. En svo sagðir, það er ekki að sjá á skaliðinu að það sé mikil þreyta. Nei, alveg ótrúlega satt. Af því að líka eins og í fyrrháleik það voru þær minna með boltan og meira hlaup og eftir boltanum og það er alltaf miklu erfiðara. En það er ekki koma sög. Svo er náttúrulega spurning núna hvort að það sé kannski freistandi að leggjast aðeins aftar og kannski svona reyna að halda fengnum hlut. Sunna Rún vinnur boltan ofalega. Bryndís upp í hornið á Júlíönu. Júlíana á líka nóg eftir. Júlíana Selma fyrir aftan, biður boltan. Lítil press á henni, nær að lyfta þessi yfir á fjær. Sunna lætur hann fara yfir sig. Og Selfyssingar ná að koma þessu frá. Bolti beint á Birnu Rún sem að reynir að finna Völu og það tekst. Vala-María er að halda honum inn á Elvíra upp í hornið á Erni Björk og hún dæmdur ángstæðar. Tæft var það. Ég var að hafa ágjör af klukkunni á skjánum hjá okkur en hún er svona... Kemst í 100? Já, það er mörkurum að detta út hjá okkur. En ég vissum að góðu tæknimaður okkar Snorri Kristleifsson, hann finnur einhverja leið út úr því. Lagar það á örskotsstundu. Bryndís finnur Júlíönu. Júlíana fer bara í árásina upp í vinstra hornið á Sunnu Rún sem er enn á flegiferð. Sunna fer á hægri, skiptir yfir á Lilju. Lilja missir hann aðeins frá sér hérna og kemur Katrín fyrir Selfoss. Hefur verið þeirra svona kannski hættulegust í leiknum heilt yfir en Anna Þóra Hannesdóttir er mætt og síðan að Anna Þóra kom inn á þá hefur í rauninni Katrín ekki komist löndin strönd. Júlíana gerir þetta vel en Hekla Rán frábær tækling hjá Lilju Björk. Selma losar hann fram, Erna Björk brýtur af sér, réttilega dæmd aukaspyrna þarna. Fyrri hálfleikur framlengingarna mér hefur fundist það bara nokkuð fljótur að líða. Já, en nú þurfa það að passa sig. Nú er Mattisson ekki þessi turn sem er búin að vera í teiknum í fyrstu leikadröðunum hjá IA. Já, þetta eru kannski möguleikarnir sem að Selfyssingarnir hafa, hvað bestir möguleikarnir eru. Það eru þessi fyrstu leikadrið. Anna með boltan inn á tegin, en það er Anna Þóra Hannesdóttir sem að skalla frá. Ástís. Og þá er það Bryndís sem skalla frá. Sif Atladóttir upp í hornið á Heklu en Anna Þóra er undan. Og setur hann bara í Heklu og vinnur innkast.
Selma og Bryndís skallar hann upp í loftið og svo aftur fyrir sig. Sunna Rún eldir Sif og Eva losar hann fram. Það eins og Eva sé alveg upp í þessu húsi. Hún með spyrnurnar hennar eru bara alltaf við Hárfínar, já. Nákvæmlega hvað má sparka á. Já, Lilja Björk tilbaka á Birnu. Birna. Já, hún eitthvað að læra af Evu þarna. Elvíra skallar hann fram á við. Selfyssingar aðeins að svona sína svolítið vilja allavega núna, en hvort að orkan nóg en þá, það annað mál. 1,5 mínúta. Kemur Ásdís. Lesi hjá Völu. Sunna tilbaka á Elvíru. Elvíra losar þetta bara upp í svæðið. Losar pressuna. 1 mínúta eftir af fyrri hálfleik framlíkingarinnar hérna. Lilja skallar fram. Bryndís með tíma hérna, skiptir yfir til vinstri. Það Júlíana. Finnur Sunnu Rún. Sunna nær honum aftur en boltinn hrekkur til Katrínar. Katrín snýr. En frábær vörn hjá Selmu Dögg, vel gert, vel dæmt líka. Já, vel dæmt. Júlíana. Sunna með ennit sprettin hérna utan á hana, sérðu. Sunna Rún kemur hérna. Selma á Sunnu, aftur á Selmu. Selma á Bryndísi, nú liggur skaliðin ekkert á. Það er að detta í hálfleik hérna í framlíkingunni. Birna yfir á Elvíru og Elvíra á Völu. Fáum við kannski bara eitt mark hérna svona til þess að slá botnin í þetta. Vala með boltan fyrir og boltinn rekkur út í teginn. En það er ná að reynsa þetta frá. Selma Dögg gerir þetta frábærlega hérna. Glæsileg snerting. Selma fer í skotið en þetta er í nærhornið á Evu og Eva á að verja hann þar. En það virðist einhverju hafa verið bætt við hér. Kannski í 1 mínútu eða svo. En enn og aftur verður að hrósa henni fyrir sparkinn. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Og sérðu þarna líka, byrjuðu hann fór upp í. Það fór í gegn. Já, ég held að hann hefði sloppið í gegn. Já, ég held að hann fór líka. En það er vantanlega Skalið sem ætti bara að fá boltan. Nú er bara Kilíl vantanlega bara að fara að bíða eftir því að býst nú vantanlega við bara flautinu, loka flautinu hérna. En 6 sekúndar reglan er náttúrulega löngu dáin. Já. Og bara blessu sér minning hennar. En þessi spilna bara upp í loft hjá Kilíl og minn skrítið hvað mikið einhvern veginn miklu bætt við var kannski meiðslinn hjá Mattisson og sjálfsögðu voru náttúrulega í framlengingunni. Þannig að kannski sérðu. Lilja spilnir þessu til Evu. Áhorfendur fannir að kalla eftir bara loka flautunni hérna, það væri farið fínt aðeins að vel lesi hjá Selmu Dögg. Og já, þarna kemur það, hálfleikur í framlengingu 5-4 fyrir Skagan. Þetta mark frá Ernin Björk náttúrulega bara eftir, ef við kannski getum séð það aftur hérna, bara virkilega eftir aukaspyrnu frá Sunnu Rún og þetta er bara vel klárað. Já, þetta er vel klárað því að boltinn skoppar svolítið hátt en hún er afgreidd af listavel í hornið. En 15 mínútur í það að Skagaliðið bara hreinlega komist framhjá þessu sterka sem maður hefði taldi að vera og sýndi það í fyrri hálfleik að Selfossliðið er sterkt. Já. En minnst svona
það sem að slær mig á jákvæðan hátt með Skagaliðið að í fyrsta lagi formið sem þeir eru verið stöður í og í öðru lagi karakterinn og hvort að þetta tvennt hangi saman, það aftur á móti síðan mjög líklegt. Ég held að það sé bara pottið þannig vegna þess að þú þarft ákveðin svona aga til þess að koma þér í form í apríl sko. Já. Og það er bara það sem þær eru greinilega búin að vera að gera og þær eru bara að uppskera þannig út frá því. Ekki nokkur einasta spurning minni á það að á fimmtudaginn, sumardaginn fyrsta taka Skagamenn kallaliðið á móti Tindastóli í Mjólkurbikarnum og sá leikur verður í beinni á IATV. Leikurinn hefst klukkan 3 og það er gaman að vera komin eftir í höllina. Já. Það var hérna smá tímabil sem að við ákváðum að gera það ekki en ég verð að viðurkenna, mér líður vel í þessu svona nýju aðstöðu hérna. Já, sjáum jökulinn loga og algjörlega. En hérna hver myndið þú segja svona Hannibal núna á þessum tímapunkti heilt yfir í leiknum, getur þú nefnt leikmann eða einhverja leikmenn sem að þér finnst hafa borið af hjá Skagaliðinu? Sko, það er í þessu leik er náttúrulega bara liðsheildin sem er búin að vera geggjuð. Ég myndi segja líka bara þessi breyting sem að gerði hálfleik með að færa Mattisson, hún var náttúrulega geggjuð í síðara hálfleiknum og bara stýrði leik Skagamann og Kórun er með marki líka og Júlían er búin að vera flott og já, bara 2 mörk frá henni hérna stólum við reyðilega stötti hvað hann heitir. Erni Björt, já. Sækir vítið, skilur á ögustundu. Það er svona alltaf óþolandi að vera bakverður í þessu Selfosslið og það er að dekka Völu sko. Sunna og Bryndís, þetta er bara, ekki eiginlega bara nefndar allar. Það er bara búið að vera mögnu framistæða. Já. Ekki spurning. Og varamenninni sem hafa komið inn á, það líka skila sínu, bæði Lilja og Anna Þóra. Já. Engin breyting í viðbót hjá Skagaliðinu. Hann er kannski líklegastar til að koma inn á Kolfinna eða Ylva Laxdal af þeim sem eftir eru. Svona leikmenn sem að hafa verið svona í kringu liðið í kannski 1-2 ár. Meðan að Magnea og Bríett eru kannski hafa ekki spilað jafn mikið í gegnum tíðina. En þeirra tími mun koma sjálfsögður. Bryndís með langan bolta, það er vinkrónar hérna Sunna og Vala vinnan. Vala inn á teiginn, Eva út úr markinu, missir hann frá sér og þetta er auðveldi dómurinn. Erna Björt varð fyrir henni þarna og gult spjald fyrir mótmæli af Erni Björt Elíasdóttur. Ég held að þetta hljóta að vera fyrir mótmælin. Já, potið. Og ég skil hana vel. Ég finnst þetta alltaf. Já, þú sko, markmaður náttúrulega er svolítið vendar inn í markteiknum en einhvers staðar verður þú að fá að vera og ef hún hleypur á þig eins og má segja hafi gerst þarna þá náttúrulega er svolítið erfitt að láta sig hverfa. Þannig að aukaspyrna. Já, Júlíana vinnur þetta og Erna Björt hann brotleg. Lætur venjulega finna fyrir sér og ekkert öðruvís í dag en aðra dag. Sif með langan bolta fram á Katrínu sem nær ekki að fleita honum áfram. Birna hreinsa frá. Júlíana kemst fram hjá Brynju, frábærlega gert hjá henni. Júlíana kemur inn á völlinn, leggur hann yfir en að finna Lilju sem að gengur á endanum. Boltinn rekkur Þrjár. Guðrún, sendingin inn fyrir Elvíra og síðan Anna Þóra ná að koma þessu frá en hotspyrna. Þetta eru eins og við sögum á tækifærin sem að Selfyssingarnir eiga. Ég veit ekki hvort ég þoli aftur að þessi leikur verði jafn. Ég bara svona heilsunna vegna. Ég veit ekki hvort ég á það til. Kemur ljós ef á reynir.
Kemur hotspyrnan, boltinn hárinn á teginn, Kílil út í teginn, þarna engin aukaspyrna dæmd, boltinn laus í tegnum, Katrín í skotið en varnarvegurinn nær að vera fyrir hérna Erna Björk síðan, hreinsar þetta frá Sif á Unnur inn á teginn, Vala hreinsar þetta frá, Erna Björk tekur hann niður, Erna Björk út á Völu, Vala sér hér vonandi hlaupi, Þetta var appelsínu gulasta spjald sem ég séð í langan tíma. Þetta bara glóruleg tækling sko. Hún fer gríðarlega hátt, skulum sjá þetta aftur hérna. Hún fer ansi hátt með fótinn og ég nokkuð vissum, hún ekki að gera neitt, hún í rauninni ekkert að hugsa neitt annað en bara brjóta á henni en klart mál. Ég veit það ekki. Maður velti því fyrir sér. Nei, ég held að guldspjald sé réttur dómur en á endanum þegar maður fær að sjá þetta aftur. Svona í fyrstu atriðinu þá fannst mann þetta vera miklu svona harkalegra en Vala hefur sjálfsagt fundið fyrir þessu. Já, alveg pottþétt og líka ég held að leikmaður með Svíu á Selfossi, hún var ekkert inni. Nei. Ef hún brýtur aftur þá er hún bara farin. Já, og það er skipting hjá skagaliðinu. Sýnist að vera Kolfinna Eir Jónsdóttir sem er að koma inn á fyrir hverja, er það Vala María? Já, það er Vala María sem er búin að eiga hreint út sagt frábæran leik. Virkilega flott í dag, ég vil bara segja það alveg svo er. Og hugsandi það að þú spilir sér bara eina betri mönnum í byrjunliðinu og þú ert ekki búin að klára 10. bekk. Mér finnst þetta magnað, hún á hróskilið fyrir sína framistöðu. Það sem hún er búin að hlaupa, sko, við erum að tala sóknarlega og svo er hún að koma tilbaka varnarlega. Hún er eiginlega búin að vera bakverður og bara sender. Já, frábær sending frá Elvíru á Ernu Björk. Sunna Rún snýr upp í horni á Kolfinnu. Kolfinna inn á teginn, nær ekki að finna þarna Selmu Dögg, en Kolfinna svo sem ekki, hún er unga árum einnig, kemur hér sendingin í gegn og frábær vörn. Þarna var Hekla Rán að komast í gott færi. Það sem ég ætla að segja, Kolfinna Eir unga árum einnig en búinn að fara í gegnum mjög erfið meiðsli. Krossbandaslit sem hún var fyrir einhverjum tæpum 2 árum síðan. Og frábærlega gert Lilja Björk. Það er stemming í liðinu. 10 mínútur eftir. En það eru Selfyssingar sem ætla sér að reyna, það eru þær sem er að reyna að jafna. Nú er spurning hvernig hröðusóknirnar, skyndisóknirnar hjá skagaliðinu virka. Þegar þeir munu væntanlega að fá tækifæri til þess að sækja hratt. Selfyssingar að kasta öllu fram. Lilja Björk gerir þetta vel. Kemur síðan löng sending fram sem Erna Björk eldir. Eva Ír er á undan í boltan. Lilja ákveður að taka bara skot í fyrsta. Þetta er áhugaverð tilraun. Eva var komið langt út úr markinu á hann að reynsa en hún var komið tilbaka. Það fáir leikmenn sem ég hefði treyst betur til þess að reyna þetta heldur en Lilja Björk. Birna gerir þetta vel. Ekki dæmt í þennan innkast. En Birna lætur sem svo ekkert hafi hent. Hún bara stendur á fætur og heldur áfram. Katrín. Og Kolfinna með fína tæklingu. Lilja Björk síðan. Lilja sér hlaupi á Ernu Björk. Sif var á undan. Sif kemur hún tilbaka á Evu. Eva Ír. Sunna pressar á hana. Kemur sendingin fram á við. Bryndís tekur hann á kassa. Nær ekki að halda honum. Védís
Og Lilja Björk fyrir. Brynja sé með sendinguna fram. Elvíra. 7,5 mínúta. Sunna vinnur hann fyrir Skagan. Ekki dæmt. Erna Björk í pressuna. Sérðu Sunnu, hún bara hundfúl hafa ekki fengið aukaspyrnur og bara tekur hún sprettinn. Þvílíkur kraftur í henni. Selma Dögg kemur boltanum á Júlíunu og það er brotið á henni. Brynja brýtur á henni. Man flækjast þarna hálfpartinn saman. Brynja virtist nú að hafa fundið fyrir þessu ekkert síður heldur en Júlíana. Gula spjaldið er komið úr vasanum. Já, þetta guldspjald fer á loft. Já, það er bara krampinn. Gamli góði. Guldspjaldið á loft. Já. Og þá er í fyrsta sinn spurning hver tekur aukaspyrnuna. Það er annarkvort er það Lilja eða Sunna. Það er bara lífa hægri að vinstri. Nóg af gulum treyjum í Anna Þóra í baráttunni. Sif les þetta vel og skallar þetta frá. Og Skaginn vinnur innkastið. Nú liggur Skagaliðinu að sjálfsögðu ekkert á og Selma gefur sér góðan tíma í þetta. Finnur Júlíunu. Hún er með Önnu í bakinu. Og Selfoss vinnur innkastið. Stilur hann á nokkrum metrum. Erna Björk. Gríðarlega sterk. Sendingin inn á teiginn, aðeins og innarlega. Eva snögg að koma þessi í leik. Unnur fram. Elvíra les þetta vel. Elsa Katrín var þarna að bíða til sendingunni sem hún fekk ekki. Skipting hjá Skagamönnum. Það er Ylva Laxdal Unnarsdóttir að koma inn á. Júlíana. Og Júlíana búin að eiga stórgóðan leik. Lofar góðu, Júlíana. Virkilega. Páletti. Og Ylva Laxdal. Og hann er Sif Atladóttir brýtur af sér hérna. Hárrétt dæmt þarna. Sif er örugglega búin að vinna sér svo sem inn að mega að hafa skoðun á þessu, þess að fá spjald. Já. Katrín hafa farið á mörg stórmót með íslenska landsliðinu, þeir voru nokkur. Þannig að Lilja Björk ætlar að taka þessa spyrnu. Lyftur þessu í áttina Erna Björk. Sif skallar frá. Sunna Rún. Katrín brýtur á henni. Og þetta er bara skotfæri fyrir Lilju, ég ætla að segja það bara. Já, ég held að setja þetta allavega í áttina markinu og gera árás á honum bolta. Gaman að sjá fullt af gulum treyjum inn á teig. Lilja lyftur þessu inn á fjársvæðið. Erna Björk í baráttunni. Selfyssingar ná að koma þessu frá. Fram á Guðrúnu Þóru en Bryndís gerir vel. Erna Björk. Nú er ekkert verið til að vera að sækja á markið.
Brynja pressar á hana. Erna á Bryndísi. Bryndís á Ylfu. Ylfa á Ernu Björt. Ylfa aftur á Ernu Björt. Erna Björt snýr við. Og Selfoss átti innkast. 2,5 mínútur eftir að venja leiktíma. Já, þetta er varasamur leikur að reyna ekki að sækja á markið og koma Selfyssingar frábærlega lesið hjá Önnu Þóru sem er búin að koma virkilega vel inn í þennan leik. Já, heldur betur. Boltinn tilbaka á Ásdísi. Hún á Elsu Katrínu. Birna kemur þessu frá. 2 mínútur eftir. Mögulega einn í viðbót síðan eftir því. Boltinn í áttina að tegnum. Anna Þóra kemur henn frá. Brynja fram á Birnu. Birna losar þetta frá. Sif. Hún með langan bolta fram. Bryndís Rún. Gerir vel. Og út á kantinn á Ylfu Laxdal. Ylfa með stóru skrefin sín. Lætur sig vaða staðinn. Missir hann aðeins frá sér og út af. Smá miskilningur þarna. Guðrún Þóra. Sendingin inn að markinu. Þarna sáum við að Elsa Katrín Stefánsdóttir var hérna á Auðumsjó vinstra megin. Hefði hún séð það. En hún reynir skotið þarna og mjög þröngu færi. Kilíl ekki neinu vandræði með að verja það. Ég held að sé engin, eins og ég segði maður fegnari heldur en Kilíl að staðan sé orðin þessi. Bryndís reynir að finna Ylfu, gengur ekki. Elsa. Nú er líka málið að vera ekki í panikinu. Katrín reynir skotið, það er framhjá. Þurfum að halda árum að reyna að halda í boltan, ekki svona fara í eitthvað panik. Auðvitað að segja það héðan. Sérstaklega það sem er kannski ekkert brjálu reynsla í skagaliðinu nema í einstaka stöðum. Kilíl vill bara fá að sparka þessu langt þegar að venjuleg leiktíma í framlengingunni er bara að ljúka. Kilíl með langan fram á miðuna, skallar tilbaka. Anna Þóra skallar hann áfram. Lilja Björk, Sunna, þá kemur Erna Björk. Kolfinna setur hann væntanlega hérna inn fyrir of langt inn fyrir Sunnu. Bríett, dómari búinn að líta á klukkuna sína allavega einu sinni. Lilja Björk kemur honum á Kolfinna ætlar sér að fara hérna upp í hornið. Kolfinna, hún ákveður að fara bara í skotið. Ekki verri hugmynd en hvað annað svo sem. Ég held bara að það getur farið nær, en það lág ekkert á. Nei, akkurat. Ég gerir ráð fyrir 1 mínútu umfram. Selma Dögg, svo sem alveg ekkert óskynsamlegt brot. Nú bara falla ekkert of langt, ekkert vera að hleypa þeim allt of langt, ekkert allt of nálagt sko. Það sér það orðið meira og meira í nútímum fótbolta að varnarlínan er vel fyrir utan teig til þess að leyfa ekki þessar löngu sendingar inn á teiginn. En hérna kemur boltinn inn að teignum. Selma Dögg skallar hann frá. Nú þarf að þrýsta upp. Og aftur kemur boltinn inn að teignum. Katrín missir á honum. Elvíra kemur þessu frá. Nú vilja áhorfendur fá flautinn 3 hérna. Elsa, en er Elvíra er búin að vera svo vaxandi í þessu leik. Virkaði stressuð í fyrraleiknum, frábær í seinni og frábær í framlengingunni. Kemur hárinn og tegin. Boltinn laus í tegnum. Elvíra kemur þessu frá, ekki langt. Anna í skotið og Kilíl verður þetta og heldur honum. Og Anna Þóra hefur lent í einhverju samstöðu þarna. Konar 2 mínútur fram yfir núna, venjulega leiktíma í framlengingunni. Og
En Anna Þóra er búin að jafna sig, Khalil fær boltan bara aftur í fangið. Til þess að hann sparkar hún út á annarkot vængin, hún sendur þetta svolítið mikið oft í miðjuna. Já, hún vill að þétti hérna út til vinstri og fer með hann bara upp í loft. Þá kemur Lilja Björk væntanlega og spætnir honum allavega yfir til Evu. Fyrir ára mínútur í uppbótartíma á 15 mínútum. Já, það er nokkuð vel í lagt. Lilja neglir honum fram og í innkast, ekki vitlaust. Og inn í hérna marka völundarhúsið þarna. Áhorfendur vilja heyra lokaflautið. Bryndís og aukaspyrna dæmd á Katrínu. Og nú fáum við bara langan fram. Þetta hlýtur að fara að vera búið. Það kemur allir bara að senda í 45. Maður leiksins, Hannibal, nú verður þú fær það hlutverk eins og aðrir. Það er spjald á varamannabekkin hjá Selfossi á meðan. Hvað segirðu? Leikmaður Skagans í dag. Ég veit að það er erfitt að velja. Já, bara rosalega erfitt. Þú er bara að standa undir þeirra ábyrgð. Ég ætla að setja það á Mattisson, þó hún hafi ekki klárað leikinn. Bara fyrir einfald ástæðu að mér fannst hún breyta leiknum í seinna leik. Já. Í venjulega leiknum. Og þar með er flautað af stórbrotin sigur Skagaliðsins 5-4 í framlengingu gegn Selfyssingum. Lentu 3-0 undir, 3-0 í hálfleik. Það jöfnuðu 3-3, lentu undir 4-3, jöfnuðu aftur og komu síðan yfir í framlengingunni. Karakter sigur. Hannibal. Þessi leikur er bara ótrúlegur, það er einu orðið sagt. Bara ótrúlegur og frammistaðan er bara eitthvað, þetta er svo mikið bensín á það sem koma skal fyrir að geta byggt á þessum leik. En þetta er í rauninni, sko, þetta er líka kannski, ef þú horfir á þetta Selfoss-megin frá, þetta er leikur sem að það er í rauninni köstuð frá sér. Það mættu ekki síðara hálfleik. Það mætti ekki síðara hálfleik og við rættum þetta aðeins fyrir leiki. Það voru með markastjörluna 3-18 í síðustu 5 leikin fyrir þennan leik. Það virtust vera að koma rétt stemmdar í fyrrháleik hérna, við með hreint mark og 3 skoruð, það leit allt vel út, en svo einhvern veginn var bara eins og það væri ekki meira bensín á tanknum og Skagamenn hefði enga tapað í seinna leik og bara gengt á lagið. Já, það er kannski bara spurningum að við förum bara að rúlla öllum þessum mörkum í gegn hérna og meðan við spjöllum þetta hérna, ekki það er gaman að sjá stemminguna. Það er hérna Unnur sem að skorar fyrsta marki fyrirliðin kemur Selfossingum yfir og Jóhanna skorar síðan annað marki hérna eftir og svona já, þetta lítur illa út fyrir Khalil í markinu og eins og segir, hún getur að vera manna fegnust að leikurinn vannst og ekki síst eftir þetta hér mark einnig þar sem að Selfyssingar komast í 3-0. Katrín koronaði fína leik sinn, svona mjög jákvæð fyrir Selfyssinga. Selma síðan hérna með skot sem að berst síðan á endanum til Júlíönu Páletti og þarna byrjaði endurkoman í rauninni. Hún var búin að liggja í loftinu samt fram að þessu. Og bara að hrósa henni fyrir að gefast ekki upp og halda dugnaðum áfram því að það, eftir 25 mínútur af endalausum sókn í seinni hálfleik og ekkert marka þá er 3-0 undir. Það er lið geta borðað við það. Algjörlega. Og sjáum hérna eins og ég segi, bara hrósa Skagamönnum fyrir mætinguna í höllina. Ekki það, töluvert að Selfyssingum voru hérna líka og bara geggjað og ég tek undir það með þetta gefur góð fyrirheit. Það sem að lið eins og IA sem er að koma upp deild þurfa inn í lengjudeildina sem að verður ekkert minna erfið núna heldur en hún er alltaf að vera erfiðar lengjudeildin. Munurinn á milli annar deildar og lengjudeildar er gríðalegur. Að sjá liðið í þessu formi
Það lykilatriði fyrir svona lítið í rauninni og skrifa blað í lengjudildinni að það bara það eitt að vera með liðið í toppformi getur skipt rosalega miklu máli, sérstaklega til að byrja með í tímabilinu að vera á undan í að byrja öllum hinuliðunum að komast í form. Það bara rosalega mikilvægt í fyrstu leikjunum að ná í stig, koma sér á kortið. Sjáum hérna vítadóminn sem að, en við því miður vorum við ekki með vítið sem að Erna Björt skoraði úr en 5. markið kemur, sjáum við hér, Erna Björt Elíasdóttir heldur áfram bara þar sem hún kláraði síðast tímabil, hún var frábær í fyrra og gerir okkur vonir að þetta tímabil verði skemmtilegt og það verður í beinni á IA TV. Hannibal Hauksson, ég þakka þér kærlega fyrir samveruna í dag, það var bara yndislegt. Heiðar Már Björnsson sem var á myndavélinni, þakka honum fyrir hans störf og Snorri Kristleifsson sem kom hérna undir lokin og leitt okkur í mark hérna þegar við vorum orðnir of stressaðir til að geta stjórna nokkrum hlut. Það var löglega afsakað, hann ekki svona glórihöndur, hann kom ekki bara í 3-3. Akkurat, ég minni á beina útsendingu frá leik IA og Tindastóls í Mjólkurbikar karla á fimmtudaginn, sumardaginn 1. klukkan 3. Þangað til bið ég ykkur vel að lifa og áfram IA.